Jæja, verið velkomin kæru áhorfendur í einvígi aldarinnar 2.0. Við erum hérna í framhaldi komin af einvígi aldarinnar hinnu fyrsta, þar sem að knattspyrnuhetjurnar Hörður Magnússon og Heimir Guðjónsson gerðu garðinn frægan. Við erum ekki með minni sleggjur sem er að fara að takast á hérna í dag. Það er Leifur Þorsteinsson, stjórnandi og hugmyndasmiður hlaðarsins Chess After Dark sem er núna að standa að þessu. Þetta var þetta eitthvað skítaretting kannski, Leifur, eða? Að fá okkur. Við ræðum þetta síðan. Og svo er það pólitíski hákallinn Andri Steinn Hilmarsson, bæjarfulltrúi í Kópavogi og lúmskur laumu skákmaður sem er að fara að taka sig á. Það var lagt upp með þetta einvígi að þið væru jafn sterkir og ég kannski byrja á þér, Leifur. Er það raunin? Eru þið jafn sterkir skákmenn? Sko, við Andri höfum ekki telt nema 2 skákir held ég á æfinni og það eru kannski 3 dagar síðan að það var. Það sem Andri tók með 1,5 hálft. En mögulega var ég að komast inn í hausinn á honum þar, gefa honum eitthvað á von. Ég held að á blaði séu við nokkuð svipaðir, FIDE svipaðir, Chess.com svipaðir. En ég veit hvernig hann er með haus sko, það er undir mér komið að standa í honum. Ég held að sjálfur rétt hjá Leifi að hann gaf mér ákveðnar væntingar. Ég fer stór inn í kvöldið eftir þessar 2 skákir okkar. En ég verð að segja að standandi hérna inn í þessu glæsilega stúdíói með þessa frábæru umgjörð sem ég þakka karlmönnum kærlega fyrir, að það er ekki ljóst að maður upplifir létta svona Truman Show orku í þessu öllu. Af hverju við, Leifur? Það hérna... Er verið að gera grín á okkur hérna? Já, ég býð ykkur bara vinsælast ekki hlusta á beinu útsendingar eftir á. Nei, ég er full að trúa að þetta verði nefnilega skemmtilegt af því að þannig virkar skákin, ef þetta eru svipaðir styrkleikar þá er þetta skemmtilegt. En hvernig var undirbúningur Háttarka, Andri Steinn, fyrir utan að vera bara í framboði og vesinn? Sko, ég teldi kannski aðeins meira en ég er vanur að gera, fór í önnur tímamörk en ég er vanur að gera. Ég er oft í bara 3 sléttum en núna færði ég mig upp í 5 og kláraði þar yfirleitt með svona hálfan tíma eftir, þannig að ég þarf að tek það með mér inn í kvöldi að sitja kannski á höndunum á mér og leika ekki alveg leið og mér dettur eitthvað sniðugt í hug. En sjáum bara hvernig það fer til flæðinu. Ég er líka búin að undirbúa svona 2 óvæntar byrjanir sem að Leifur færa. Já, það hefur verið að segja mér þetta núna. Ég einhvern veginn skynjaði eins og bara stress í Leifi en það kom inn og þetta væntanlega minnkar það ekki að heyra þetta. Þú ert að fara að labba hérna bara í gildru. Það er sér hér núna bara. Nei, sko, ég er náttúrulega, hef ekki sko byrjanir síðan þú kenndi mér skák fyrir svona 15 árum. Já. Ætlar að skella skuldinu með þá kenndi þú mér ekki nógu vel. En nú er ég búin að vera stúdar andræðis. Ég tók góðan korter á hjólun á hann í ræktinni. Fór yfir svona það sem hann er þekktur fyrir, hans einkennismerki sem að er kóngsbræði. Og aldrei vita nema ég ná að koma honum eitthvað á óvart, slá einhver vopn úr höndunum á honum og hvort það dugir til, við sjáum til. Þannig að þú varst basically bara að segja honum að tefla ekki kóngsbræði núna. Ég er bara að segja, telda svo vilt að eiginlega skiptir ekki máli. Við þurfum að fara eitthvað yfir strategíska hugsun hérna, Leifur, sko. En svo er annað að þetta náttúrulega einvígi það var hægt að veðja það á lengjunni og þar tók maður eftir því að stuðullin var hár á andra fyrst en lækkaði svolítið. Veldur það þér áhyggjum? Nei, það svo sem þetta er svona utanaðkomandi hlutur sem hefur ekki efnislega áhrif og ég kýs að líta þannig á það en það kemur ekkert á óvart þótt að þetta blési andra einhvern eldmóð í brjóst. Já, ég sá það á samfélagsmiðlum. Með veltuna á Leifi þá ber ég bara, ég veist ekki að lengi en tækja en það við klingi. Og maður sá það á samfélagsmiðlum, þetta kveikti í þér. Þér fannst þetta vera hneyksli til að byrja. Já, ég fór reiðurinn í daginn, við byrjuðum daginn í bæjaráði, vorum að afgreiða frá okkur glæsilegan ársreikning Kópavogsbæjar, 4,8 milljarðar í rekstrarafkomu, þannig að einhvern veginn að byrja daginn á svona stórum tölum og það einhvern veginn gerir þetta allt bara miklu léttara. Þetta var gott plugg sko. Þetta maður eiginlega bara að taka hattinn ofan. Herðu, ég held að það sé ekkert að vanbúnaði að þið farið að takast á og ég bara óska ykkur alls besta. Með hverjum heldur þú? Ég ætla ekki að segja ykkur það sko. Þið hlusti bara á því útsendingunni. Við tökum örstutt hlé.
Já, við erum farin að stað. Þeir eru komin í gang. Herru, 1-4, 1-5, Ceres 4. Já. Hvaða trúðaleikur er þetta? Ég hef telt í næstu 40 ár. Ég hef séð bara þennan leik. Þannig að það er að gefa nú D4 bara í öðrum leik. Er það ekki svolítið óvinnulegt? Jú, en ég held náttúrulega, sko, Leifur náttúrulega fór eitthvað að hóta því sem að var náttúrulega... Þetta er náttúrulega hægt við Kongsbræði? Nei, sko, það var náttúrulega bara augljóslega lygi, sko. Það er ekki séns að Leifur hafi verið búin undirbúið neitt. Þetta getur verið að hafi verið eitthvað snildar taktískt bragð hjá... Þú Leifur svarar með sjöfum, hvað er að gera? Herðu, Reykja miðbúrið hérna, þetta er að breytast í eitthvað... hver á annað þeirra? Það er þetta að finna 3. Já. Leifur er bara að herma eftir honum. Og er hann eitthvað smeykur? Ég er samt að fíla þetta. Sko, bítu. Það er líka hérna Andri Steinn ljóstra upp með það að það væri nú einn bara besti skákmaður Íslands sögunar sem hefði verið að hjálpa honum. Ætli Hjörvar Steinn hafi standa á bak við þetta, E4, C4. Hjörvar Steinn? Já, bara þessu. Og Hjörvar Steinn er einmitt mættur hérna til þess að fylgjast með læri sinni því. Þetta gefur skyn að Hjörvar sé búin að gleyma hvernig hann tefla. Já, Og hafi mælt með C4 eftir E4, E5. Já, þú veist þú skulda pening þegar þú ert hérna að gera Birki greiða, sko. Það er hérna, ég var bara í FIFA með stráknum mínum og... Herri, Biskup Gunnar 5. Heldur Leifur áfram bara að apa eftir aðstæðinum? Er það svona stressaður? Það geti verið. Það var svona mál manna einhvern veginn að hérna ég er reyndar Það bara apar eftir honum. ég gerði það sjálfur í hérna spáminni fyrir mótið að taugarnar hjá Leifi væri mögulega veikar enn hjá andra, haldið það sé rétt. Ég sko, Andri segir þekki þetta, verandi sjálfstæðsmaður, að þú ert með miðflokkin á bakinu á þér. Þannig að þú hlýtur að vera að horfa á þetta alla daga. Vá. Að menn apa eftir og svo eru útlendingar. En þetta er samt nákvæmlega sem við byggust við. Þetta er ekki byrjantamennska. Þetta er tilhjónastarfsemi. Þeir ætla að reyna að komast á lífi svona út úr byrjuninni, einhvern veginn. Já, ég held að Andri muni vinna þetta örugglega. Þetta er samt áhugavert sálfræðistrið hjá Leif. Hann hermir bara eftir honum. Og bara með aðeins betur tíma. Það hlýtur að hróka núna, akkurat henni að hætta núna. Já, Þetta var strategía sem ég notaði þegar ég var 5 ára. Já, hvernig gekk það? Ekki vel, þannig að ég var ágjur að Leifi. En svo hafði ég svolítið gaman að þessu, sko, að hérna, þetta með stöðlana, að Leifi var talin líklegastur og svo fór þetta bara allt í þjóðin bara lagðist á sveif með Sko, já, þetta byrjaði 1.57 á Leif, 1.95 á Andra. Já. Og svo fór bara peningurinn á Andra. Já. Og hann var honum favorite núna rétt fyrir einvið. Já, þetta er rosalegt. 1.7 mot 1.78. Það follow the money. Það trú Andra. Var hann ekki að tala um 4,8 milljarða inn á Kópavogsbæ? Jú. Það er hluti af þeim pening. Það er einhver leikskóli sem hefði ekki orðið á bakvið Andra. Kópavogsbær hefði síðan að takja fyrir ávægsta sitt fé bara. Já, Ásdís Kristjáns þekki peninga vel. Nei, ég sá Leif. Hann var lítill í sér þegar hann heyrði af þessum tölum. Já. 980. Þetta hafði áhrif á. Þetta var ekki gott, sko. Já. En ég hlakka svolítið til þess hvort að, sko, ég bara kaupið ekki að Leifur sé svona... Herru, H3, hann allt í nöður að Andri sem hann sækir í að hafa symmetrína, hafa þetta alveg eins. En ég er svo spenntur að vita, sko, hvort að hérna, Leifur hafi verið okkur algjöru blöffi þarna þegar hann var að segja að hann væri búin að stúdera uppáhaldsbyrjunum hans Andra. Sko. Já, 100%. Ha? 100%, sko. Já, þú talar um uppáhaldsbyrjun, er þetta ekki eina byrjun? Jú, þetta er eina byrjun. Andri bara hlustaði inn í stúdíónu og bara gerði það bara ekki. Áttu uppáhalds og átt bara eina, þetta er svo, já. Það er svona, býð át þetta. Ég gengi hann út ef að Leifi leikur líka A6. Það var gaman að kynast þess, Björn. Heldur hann sé að fara að gera það? Já. Nei. Jú. Eru þeir eitthvað fokk í okkur eða? Hvað er að gerast hérna? Já, Hann er að fara að gera það. Það er svolítið svona... Ég er ekki að velta fyrir mér að hverju ég hætti skák, sko. Það er ekki verið að selja mér þetta. Þetta er... Ok, Hvítur gæti kannski hlýðra róflum með reit og reynda að leika B4. Það er kannski svona eina planið sem ég sé svona í fljótu bræðastöðunni fyrir Hvítan. Nei, Hann tekur á F3.
Hérna eru vendingar, sko. Það er vending og hérna myndi ég nú alveg íhuga til að fá einhverja svona, hvað segir maður, ójabæði að, já. Ég hef nú leikið hinur hryttarinn, bara reyna að skipta upp á svartæðarböskupum. Ekki B4. Þeir eru kannski ekki svona djúpir, ég veit það ekki. Ekki B4. Nú getur hann tekið á F6 og við fáum eiginlega svona. Ekki svona djúpir eftir að tala með niður hérna. Já, það var gefið skotleifi á að tala á niður. Er það? Já. Hvort er kannski til þess bara? Já, það var hvað til þess, já. Já, ok, þá er bara að tekið hanskan af. Ert þú búin að vera ykkur svona með ykkur silkihanska hérna? Já, ég ætla að reyna að tala það upp hérna, en þá nú byrja bara að tala það niður. Ég hefði kannski fært hérna hryttur F6 bara til að hafa ójafnvægi, sko, og segja ég ætla að vinna þig og reyna að skipta upp á svartæði. En núna erum við með samhverja stöðu, hann tekur með biskup vantarlega. Og við erum aftur að fara í. Og þá geti Andri haldið áfram að apa á eftir honum og sett rittarinn um. Hann er 100, já, hann er að fara að geta leið. Sem hann gerir, já. Já, nú þurfum við að bauna á Andra eftir að. Sko, ég sett spurningamerki við þetta, því að eiginlega svona undiraldar nýjum sig einvíu var skemmtilegt að horfa á menn tefla á þessu styrkleikabili, sko. Frekar en stórmeistara. Já. En þetta er leiðilegur en stórmeistaraskák. Þeir eru bara, hvað er í gangi? Ekki leika A6-leifur, ekki gera það. Please. Já, ok, hvað gera? Biskup G5, já. Ok, ég menn Andri getið apa eftir honum, tæknilega. Hvernig er tíminn? Aðeins betra hjá, leifi ekki mikið. Ok, nú komum við svona ójafnvægi, hann leikur Bjarni 4. Hvar sérðu þið? Já, hann er tíminn fyrir neðan borðið. Já, ok. En þetta er svona sálfræðistri, sko, af því að þú tapar þessa skák, þá hugsaðu, ég teldi alveg eins og aðstæðingum minn, en ég svo tapaði. Þannig að þú veist, þú ert eiginlega að tapa í minu, sko. Já. Ég ætla að fullir það hér að svo sem vinnur fyrir skákina, hann vinnur eigið. Já. Bara fyrst skákin á 10, svo sem vinnur, hann vinnur eigið. Já, þeir voru báðir svo stressaðar að verða sér til skammar að tapa fyrst skákinni, það setur hausinn alveg. Já, það er herfitt. Herðu, við erum hérna í. Alveg svo að horfa á þetta. Í boði góður aðeila. Þess að Dark er að halda þetta í mig, hann að viðburð og það er kaldi. Hann er góður. Já, David Jones, það er þessar dölur hérna, ég er búin að gæða prófa þær, mjög fínar. Og Lengjan sem að stuðlaði við og svo erum við hérna að reyna og Bites. Já, heldur betur. Sem hættir að fá sér gott í gogginn, þessi góða pítsu, Hjörvar, ekki satt? Jú, alveg frábær, sko. Ég gæða prófa hann líka, þannig að. Og fólk heldur örugglega við sem er að ljúga þessu, en það eru actually mættir talsverst af áhorfendum. Já, ég sá það kom ykkur svona. Fólk að fá sér að borða og bíða peppað eftir þessu. Já, einhver herbúðum andra. Og þau eru sennilega að taka þetta upp á mynd til að fólk trúa okkur. Rímaskóla gengið, gaman að þeim. Já, og fleiri sem hefði eflaust mætt eða væri ekki statir erlendis að tefla. Það er svona mikið af íslenskum svona titilhöfum og fasta gestum á svona viðburðum sem eru erlendis. En er ekki bara biskup G4, drottning A4, slæðli betra? Já, getur svona búið sér til aðeins meira rím á drottningavæng og hvítur allt með aðeins betur tíma líka. Já, ég held að tíminn geti nefnilega. Ég held nefnilega að Andri muni berja Leif niður á klukku bara 9 á hverjum 10 tilökum, sko. Andri, sko, hann teflir 3-0 hraðskáki talsvert, sko. Sko, drottning A4 er slakur. Ágætis leikur ef hann hefði verið búin að hræða biskupinn. Þannig að nú spurningin, erum við að taka á F3, Hjörvar? Stórmeistarskák, eða fyrirvæti, eða hvað? Heldur þú titlinum eða? Ég held honum þá til deg, vonandi. En já, drepa á líka F5, ég held að það hljóti nú að vera hans gott, sko. Aha, F5, já. Hann tekur. Það er ekki hann að hægt. Þetta er F5, herra nýður. Kemur F5. Það verður það í fyrst í því. Erst þú svo eini sem veði þar á leið? Já, ég meina 500 kall á. Fór allir peningurinn nema 500 kallin hjá Hjörvari? Nei, þetta er. Mér sýnist hann ekki vera líka F5. Nei, mér kemur þó vart. Hann leikur hókur A8. Já. Heldur þú koma á breyð? Hann tekur B4, ok. Hann er bara gaman, sko, að það þýr ekkert að gíska á leiki hérna, sko. Það er eiginlega. Nei. Ég held að hann leikir núna A-trefnu B4, Hjörvar. Já. Ég er ekki viss, sko. Það er ekki með hókur B4, sko. Bitu. Er ekki? Já, herðu. Halló, dómari. Það tæknilega sig ólögulegur. Já. En þetta eru ekki menn sem krefast þess, eða nokkuð? Nei, hér er ég menn alltaf bara útklæða málun á skákborðinu. Já, hrókur á. Ekkert við.
Eilítið passið kannski, eða hvað? Þá tegja menn sig í kalda. Þetta má eiginlega ekki, sko. A5 hefði verið öllu skári held ég. Já. Nú spurning. En við getum ekki fullyrt það því að... Leifur samt riddari Eþrú. Já, nú hlýtur hann að taka þennan blessa biskup Háfjör. Akkur tók hann ekki Eþrú bara og inn með drottninguna? Já. Hvað þessi biskup að gera Háfjör, Leifur? Útskýra fyrir mér. Hvaða skálina Háfjör 1? Hvað ertu að gera á þessari skálinu? Elsku Leifur. Hún fyrir tilbaka bara. Það er líka ekkert meira samfærið. Þú heldur á kalli og allar leika einhverju og svo leikur einhverju öðru. Þá veistu 100% hvað þú fara að gera. Og svo þarf Leifur núna að fara... Já, nú drottningin komið fyrir. En Leifur á bara 20 sekúndur, strákar. Hann fær 3 sekúndur... Nei, heyrðu, hann verður að skipta upp. Þá er nú hvítu með stælæra tarf. Riddarinn á að fara aftur á D5. Hann kannski fattar það ekki. Hann leikur F4. Já, hann leikur hrókur A1 og B5. Þá er þetta eiginlega bara búið, sko. Ég hef nú tróðið þessu riddara beint á D5 hann á það. But ok. Ég vona að ég hef náttúrulega drepið riddarann bara losnað við hann. Já, algjörlega on the spot, sko. Þú er svo kvatvís. Já. En eins og ég ætla að vona... B5. Riddarinn fyrir á D5. Það er ónýja B6. Þannig að aðröfu B4 gengur líklega ekki. Þá vinnum við vantarlega peð. Leifur spurði með... Leifur í smá klemmu hérna. Já, þetta lítur ekki vel út. Leifur spurði með einu ráði og ég sagði hann ég kom með eina ráðleggingu til hans og það var bara aldrei lenda undir á tíma í einu. Ok. Fyrstu skák. Ok, hann er nú ekki langt á eftir. Það munar... Já, ok, þetta er enda 2 tími núna. Ekki hrókur A2, kongur F2, já. Þetta eru... Leifur reynir að hanga á sapið en þetta er þægilegt að hvítan. Kongur F3 núna. Já, best að fara út úr... Það er bara mjög góð regla að vera á hvíturreitum, sko. Út úr fráskakinni, vera hvíturreit. Byrjar á að skáka, ég veit ekki alveg með það. Ég er ekki vissum það. Nei, nefnilega, það er málið, sko, með veikari skákmenn. Þegar að tíminn styttist, að þá halda þeir að ég fái stig fyrir að skáka. Það er ekki þannig. Allt rétt. Nú hótar hann kongur D7 hefur leiðilegur, en ok, hótar ekki lengur. Nú er AP í smá klemmu. Kongur Eþrú skrítinlegur. Skal bara tekið peði held ég. Ef að Leifur leikur núna hrókur H2. Já, hann fær mótspil ef hann seppar hróknum hann yfir. Aftur, skákinn. Hann náði sér í stig. Annars stig. Það þarf einhver að telja stigin, sko. Það er daðilega fyrir stig. Það er fyrir stig, já. Frá David Jones. Já. Ég gætur endur orðið gjaldróta fyrir sem horfir, sko. Veitu, hvað skeiði þarna? Tappar manni? Mista hann riddarann? Já, hann eitthvað klúran. Þetta fór fram hjá okkur, gerist rætt. Við vorum bara að tala döðlur og svo bara í steik hérna. Og kall í hafið. Allt í næst ekki lengur með hæðatræðu. Þetta er alveg... Já, herri. Herri, hvað flottræðið þáttur er þetta? Þetta er flottleikur. Hann lék sérst tróknum undan, tróku D1 til að setja biskupinn. Biskup þar að breytta hann A5. Já. Þetta... Nú stendur Leifur til vinnings. Andri er að molna niður henni tímarækinu. Og við heldum að vera Leifur sem verður stressaður. Já, ég var náttúrulega til í púlsmælingu, sko. Ég held að Leifur sé að farast. Ég held að hann sé ansi stressaður augnablikinu. Bíddu. Ok, þetta er unnið það. Nei, hann léka sér. Nei. Kallum tilbaka. Ég sagði ykkur það. Allt í steik. Þú þarft ekki kredit infogreiningu á þetta, sko. Þetta var... Get ég keitt kredit infogreiningu á 2.5 fyrir þetta? Æ. Kredit info silur ekki neitt á 2.5, sko. Það er alveg á hreinu. Þetta er kólunni. Þetta sé ekki fyrsta skáki sem ég eftir að sérblastinu kvöld. Nei, þetta var Leifur brjálaður. Já, ég trúi því. Hann bara kallið fyrir ekki neitt. Lengan græt. Leifur, þú ert betur en þetta. Nú er Andri Steinn allt í hennu, sko, bara nokkru leikjum áður var hérna Leifur að leika hróku B6 eins og flottræfill og væri með lífið. Já. Svo var allt í... Þetta er... Komin í kaðlana. Og C7 er að koma, C7 hrókur D8, ef Andri sér það. Hrókur A7 er bara... Þið sjáu líka á Andra, hann er að vinna. Já, hrókur D8 er að koma. Hann getur ekki sér falið það. Þetta er mátlið. Þetta er bara mát. Þetta er mér sem mát. 1-0 fyrir Andra. Þetta er stórt tök sérna. Já. Fagnar. Ég er ekki að sjá Leif koma tilbaka á þessu, sko. Nei, þetta er högg, sko. Já. Þessar 10 mínútur á hjólinn í dag sem hafa undirbúið sig. Ég var slaup útsendingun og segja lengjuna bara borg út. Já. Bara early payout. Já, bara gera það fyrir íþróttafélag Íslandi. Breiðablik. Það vantar svolítið mitt í lengjuna að koma early payout, sko. Já, það var ekki þessi tönur, það var bara sem fótboltinn, það var bara early payout. Já.
En þetta finnst mér vera samt líklegt að heldur að þið hætti ekki núna hermiskákinni hann Leifur allana. Já, ég ætla rétt að vona það. Annars þetta bara verstu útsyndir söguna. Já, en Leifur sýndir nú samt eða Andri með sinni tæmmersku að það verður nú færa báða bóa. Ég ætla að afskrifa Leif. Þetta snýst að halda nægilega lengi út þangað til anstæðingur leikur á sér. Það er dálítið ættilega að vera mottóið, sko. Og mögulega vera með betri tíma. Já, það gæti spilað inn í, sko. Já, maður þarf að passa tíman betur, Leifur. Ég held að ég geti trúið að hann muni brotna núna, sko. Já, ég geti alveg trúið. Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu. Við lofum 10 skáka yfir, þetta geti bara orðið 6 og allir heim. Já, veistu eitthvað svartunni, ég tím Leifur, sko, ég fatt ekki. Já, við erum bara svo Þú heldur líka með Vestam í hans skúrastöðu, sko. Það segir ímislegt Elskar þjáninguna. Já, það er eiginlega. Já, ég meina, segir hann nýkomin úr einhverju áratuga þjáningu með Man United, sko. Já, mögulega. Það er ekki víst, sko. Þetta er bara áratuga þjáning, svo fekk ég með döðlur og þá losnaði. Döðlur, herri, skákn með 2, Leifur með hvítt. Nú aldrei, já, kannski ekki alveg en. Það var fínt að geta eitthvað D4, F6, C4, C5. Er Andri gambitmaður, teflar að bengu? Ok, það Leifur Þórir ekki, E3. Það er svolítið svona... Var þetta... Já, hvað skal segja? Tjekka legur. Var þetta leynivopnið sem Andri lofaði? Hann lofaði 2 leynivopnum, sko. Já, kannski var það bara bengu. Gæti verið. Ok, út með menn Róka. Erum allavega ekki með þessa samhverfu eins og aðan. Nei. Er Leifur með vatnarna eða gin og tónik? Þetta er klálega vatn, þetta er alveg einu í Björn, hvað? Já, fyrir ekki, eftir að leikja með skákinu núna, þá ég fari ekki það er eitthvað tvöfallan GOT. Nei, þetta er þetta bara tölvöld betra á hvítarni, en það bara skiptir einhver máli. Það snýst að halda út. Allt rétt. Biskup G5. Kom út með honum. Út með mennina, Leifur, halda tímanum. Þetta er samt, við erum að tefla 5-3. Það er svona, þetta er ekki svo 3-2, það sem þarf svona svolítið að halda mjög góð tempó í gegn. 5-3, það er svona, út í byrja rólega en kannski komur undir 2, þá þurfum við að aðeins svona. Nei, ég held líka að, ef ég væri Andri, þá myndi ég leika svona leikjum, að því að Leifur fer alltaf að hugsa, sko. Já. Á óþörfu, í stæðan verið bara að tefla, sko. Ekki, Andri, ekki forsera hlutina þitt. Já, bara leifa Leif að hugsa, sko. Leifa Leif? Já, gaman að sjá Leif fara þarna eftir afleggingum einum. Það hefur gefist vel. Það er svartur að leik. Leifur með betur tíma. Já, þetta var ekki kalt henni. Herri, fyrir ekki, ég var að ruggla. Ég ætla að segja það, ég ætla aldrei að gefa Leif aftur ráð, en ég dreigi þetta tilbaka. Komið næstu mínúti yfir hérna, A6. Ég hættir eins og Helgi Ólafsson myndi segja, ég hættir náttúrulega engin leikur. Nei, þetta er mikið þá. En hvítur með tölvöld betra. Ekki taka það af Leif. Og heldur að Leifur viti það sem er tölvöld betra? Nei. A4 til að... Ég er ekki samfærður. Ég ránaði með A4 Leif, bara A4, stoppa ekki neitt. Það var engin hótun, ég ætla að stoppa enga hótun með að leika A4. Negla niður á A5 kannski? Já, þetta er ekki svo slæmt. A5 er space, þetta er nú... Já, ég tek þetta tilbaka, Leifur. Ég held samt að Leifur hafi leikið þessu til að stoppa B5, sko. Ég held að hann hafi enda á réttu stað af röngum ástæðum, sko. Eins og margur skákmaður. Við skulum ekki taka að Leif, að eiginlega bara allir leikirnir hjá honum hingað til hafa verið bara mjög fínir. Já, drókning sétunum kannski svona óþarfi en allir lægi, tengja hrókana. Útmæla biskup, sko. Það var að tala saman. Hvert myndir þú setja svartendabiskupinn, herra stórmestari? Ég ætla að segja F4 sjálfur, sko. Já, ég held að F4, það ekki. Hann fer þangað. Og 3 og setja hann á H2 og parkera. Hendi í smá London-biskup. Já, vandamáli við sörtustöðuna, þú getur volega litlu leikið, sko. Þú ert ekki með neitt space, sko. Nei. Þú ert ekki með neitt plan í raun og veru bara... Við sjáum að Andri er aðeins að ströggla við að finna svona, hvað við segja, rauðgrættar leiki. B6, biskup B7, ok, hann færi kannski núna svona 2-3 eðlilega leiki, en eftir það þá þarf hann að finna eitthvað. Hvítur líka bara H3 og hendur hrókunum með uppborðið. Og erfiðar að fyrir svartan að finna leikið, ekki? Leifur er náttúrulega aldrei að fara að leika H3. Er það?
Nei, hann er að fara að leika Rókur ATC 1 og Rókur FTD 1 og vonaði besta. Ja, þetta er svona, ok, hérna erum við með stráka með svona 800 stig og þetta er kannski svona, kannski Rókur að sé. Ég þekki þetta er eitthvað stöður þar sem menn svona fara að ströggla það ekki. Eða þú ert bara komið niður og þetta leðið að þú tættur að tefla. Ég mættur á sambilið, sko, hafði ekki ráðgjur, sko. Það var frýtt inn og ég bara allstaði, sko. Nei. Já, en það er akkurat svona stöður þar sem að, já, svona skák með ströggla, svona, kannski að finna svona leiði til að halda taflinu gangandi, eða ekki? Já, hraðskák snýst líka að miklu lit bara gera ekki mistök, sko, og því hvort að maður sé 800 eða stórmestari, sko. Og hvorugur er búin að gera alvarleg mistök, sko. Þannig að, þú veist, maður myndi halda Andri eftir að þekka þetta, því þetta er í rauninni bara pólitíkin. Já, þetta er svona bara, H3, vel gert Leifur. Þetta snýst alltaf að halda bara spennunni, góðan tíma. H3, Biskup H2, hinrókinn viðborðið og svo gerum við eitthvað. Við erum ekki farið að spá í plana. Hefði ekki mátt taka á F3 og taka á C4 og ég veit að hann hefði ekki gert það. Jú, hann hefði vissulega ekki gert það. Þannig að Leifur er með allt under kontról, B3, valda C4. Já, þetta er óvinni vandað, sko. Ekki sofa Leifur hérna. Mjög vandað, sko. Mér skilst að stöðlarnir sé, live stöðlar? Live stöðlar. Það var reyndar epist, það var skjánu bara svona hlutabrif, sko. Smá vonbrigða, það er ekki hægt að fara all in á Leif núna. Þetta er H5. Biskup er vandalega. Það bæða mér hérna að fara. Þetta er aðeins að hérna. Já, Biskup H2, þetta. H2 er átónleikur. Erfitt að tefla þetta á svart samt til lengri tíma, sko. Já, ég auðvitað Andra ekkert að reyna að finna eitthvað. Ég veldi mér áhyggjum að Leifur, já, ok, þannig að taka fullt tími þessa ákvörðun. Já, hvað er þetta? Bara hvað... Gefur... Þetta er, sko, þetta er alltaf leikur. Rittari D5, drepa á H5, drótning H5, F5, þetta er bara búið. Já, nú er hérna, Leifur ætti að vera komin með bara unni tafl núna. Já. Andri greip hérna í smá græðki. Ég vil sjá Anatoli Karpov, ég vil sjá biskupdreipur H5, dreipi og drottning D1. Já, Larry Kristjánsson. Já, þetta er alltaf skák menning. Hann hlýtur að dreipa rittarann Leifur. Já, það var einmitt onni á H5 og D6 í þeirri skák eftir drottning D1. En sér Leifur það, biskupur H5 er flottalegur, en hann leikur drottning 1-4. Ok, setur að biskupin er að reyna að ná peðin á E7, náttúrulega nær því ekki eftir biskup F6. En þetta er algjörlega gjör unnið tafl. Já, það sé löfli. Nei, bara á svona alheimsleveli. Gleymist að... Biskup G7, Andri, hann hótaði að drepa á E7. Allt komið í steik hjá Andra. Andri, engin leikskólapláss. Þar maður bara hendi einsleikshóttun til að vinna skák. Já, þetta er dýragarur, það er ekki að senna. Þetta er bara, þetta er vallatapenska. Er ég harður hérna? Nei. Hann vinnur skiptamun og fullt af peðum. Það er onni á D6. Eftir þess að beinu lýsingum er bara enginn þóra að tefla aftur. Ég fer bara aftur og nærbuxnar heima á mér og tefla aldrei. Já, nei, þetta er bara flott séðan. Það standi sér vel. Leifur ætlar að skipta upp á, það er kent í skáskólanum, skipta upp á að koma með peðið þeirra, eða skipta minni. Og hann er vánsvikinn með sjálfa sig, hafa ekki séð peðið á D6. Ég skil það. Ok, hann er reynum skipta með nefir og hafa fullt af peðum á svörtum. En eru þið vissir að Leifur sé að fara að vinna þetta örugglega? Nei, það er enga veginn, sko. Það geti bara komið. Hann geti tekið og leikir þetta C5 og tekið á B3. Hann geti drepið á B6 næst. Það geti komið rigning í Kongo. Komið auðvitað drottningur riddar á C5. Ok, hann geti komið rigning í Kongo. Biskupdreipur D6, þetta er alveg agunnið. Já, þetta var slaguleikur. Hann taka á D6 núna. En það sem gleymist oft þegar þú ert með, sko, þú ert yfir, að nýta alla kallana. Þess að hrókurinn á F1 er ekki að gera neitt. Rétt. Þetta er... Ok, hrókur E8 virkar svona... Og líka bara, sko... Nokkuð þunga. Ég hrókur E1 næst og... Það er búið. Já. Býtu hvað, akkur er með höndan yfir riddarnum? Já. Það er datt út í okkur vídeo, hann leikur riddar í C5. Hann er aldrei svona flottur, sko. Ok, þetta var nú ekkert svo vitlaust. En hérna getur Leifur náttúrulega bara tekið á C5, tekið hinriddara líka á H5 og sett rákan inn í geimið. Já, biskupur lappir. Ýmsar leiðir til Rómar. Gerir það. Ég held að allar leiðir liggið þangað, sko. Þetta er bara A6 og já, þetta er búið, myndi ég halda. Hann bara vill ekki drepa hennan riddara. Nei. Ég held að hann sjá hann ekki. Nei.
Og akkur hef ég óttað sig það mjög að þessi riddari muni síðan reynast Leifi erfiður. Ekki vera... Hróku D5, wow, ok, herðu, vel gert. Já, Hróku D5 leikur. Hróku D5 mjög góð leikur. Já, mjög. Og nú tekur riddarann. Núna tók hann hann. Ok, þetta nú þetta bara ansið vel gert hjá. Ekki nema 17 klukkustundum og seint. En samt, bara batnandi mönn. Já, eina skiptið það sem ekki, hann þarf ekki að fá týpið. Hann þarf ekki að fá týpið. Og hann tekur hann þessu týpið. Hann ætlar að máta hann að getu. Það kemur Hróku G8 núna. Það kemur Hróku G8 leið. Já, það náttúrulega getur ekki hreitt biskupnótt á mótunum hási. Ég veit það, en það kemur samt Hróku G8. Andri svona pínus og þú. Og drottningi valda getu. Hvernig ætlar að máta getu? Já, reyndar. Þeir sjá það ekki. Ég held að verði máta getu og þeir sjá það ekki. Þetta er náttúrulega mesta hrós sem Andri hefur fengið, sko. Hann er svolítið eins og ég. Já, þetta er bara fínskákja Leif. Ef hann vinnur þessa, þá er hann bara komin tilbaka. Já, bara, eins og við vorum að segja, ég held að myndi bara brotna eins og, það myndi allt hrynja eins og spilaborg, sko. Biskupnóttarnir 4, getur tekið á H7. Af hverju ekki? Maður sér að þeir eru stressaðir. Þeir vita hvað þeir eru að leika og þeir ákveða að hugsa í svona hálftíma. Það fyrir bara að drepa og halda áram. Nú má, já, Leifur með nógun tíma líka. Þannig að þetta er nú alltaf ganga. Men mig ekki fara í það, já, að fara að sjá okkur að drauga núna. Það er hættulegu biskup, ég ætla bara að drepa hann. Já, það er... Já, ég bara drepa peða á H7 og Hróku D7. Já. Þetta er mjög lút, sko. Já. Dóttar að ringja þessu, já, tekur að H7, kongur G8 innleikurinn. Já, þetta er akkunnið maður. Hérna myndi þáttastjórnandi Chelsea Dark bjóða í jættili. Hvítt með örlítið betra. Örlítið betra, sko. Það er ekkert skemmtilega þegar maður sjá Birki Karl í Íslandsmóti skákvila. Alltaf þeir fekk örlítið betra, jættili. Það er svona pínu eins og... Já, ég ætla ekki að segja þetta. Drottningar 3. Shit. Djúð langum til að vita hvað það ætlar að fara að segja. Það var ekki fallegt, sko. En ég fekk ein fyrirmæli á hann ég kom hingað, sko. Það var að haga mér. Já. Þetta er einhverjum. Ekki mér sterkar lið, sko. Tóku B1, já, ég valdi þetta peð. Nú róni ég á H5. Og aftur bara samara glóðan, vera á hvíturautum, kongur F1. Já, aftur orðið full mikið af peðum. Já. Sem að Leifur rifir. Ætti að sigla þessu heim. En sko... Já, hann gefur. Já. Leifur sagði að hann tapaði þessu æfinga í 1,5. Tapaði á hann, þannig að þetta er fyrsti punkturinn sem Leifur markar á andra stein. Já. En þarna, þú varst með frábært plan þarna eftir aðra skák að taka viðtöluðan sem er lítir. Hvernig ætlar að gera það núna? Já, það bara fáið annað þeirra inn, sko. Starffræði. Einhver. Strákar, hefur ekki að sjanghæja annað þeirra hennar viðtal? Þann sem var að vinna? Já, bara, sjáum hver kemur. Hver er fljótur að hlaupa? Já. Akkur held ég að það verið pólitíkusinn? Já, það er einmitt. Mikrofón? Athygli, einmitt. Nákvæmlega. Ég skal svo sem kom í hennar mikrofón. Ég skal forta mér. Ég er mjög ánægð með þetta, hann náði að koma, rekstrar komin að. Já. Hann er greinilega ekki með barn sem er að býja til leikskólaplássi. Það er alveg orðinu. Af því að þessi 4,8 milljar er eitthvað lítið. Já. Nei. Já, 1-1, þetta er nú... Já, þið voru svartsýni fyrir hönd Leifs í 8. Ég held að þetta sé riggt. Ég held að þetta hefði verið sett upp, sko. Fyrstu til að henda því fram. Þetta var of auðvelt til Leif, sko. Hann hefur aldrei unnið skákjafn auðvelt. Ég ætla að fóta með fyrir Leif. Já. Við erum komin hérna með mannin í viðtal sem þjóðin var eiginlega búin að missa trúnna á eftir fyrstu skákina. Hvernig leiðir þeir að lestaði biskupnum og áttaðir á því að þú værir í skítnum? Sko fyrir utan að hugsa, fuck, þá hugsaði ég að þetta er gott TV.
Já, og svo að því að það var líka svo fyndið, þú varst nýbúin að koma með þarna flott ræfið sátt þarna, hróku stælandir. Og svo leikst það biskup og allt fyrir í steg. Þetta var svona pínus og Antoni með skærin sín, eða hringina sína, Kemur ekkert út úr því. bara reynir að skora fyrst, sko. En við spáðum allir hérna að núna verður þetta búið, þú myndir skýta á þig og þetta er eitthvað disaster og svo máttu við nú eiga það að þetta var heldur góð skákjaður að. Já, takk. Þú veist, það er auðvitað tefla þegar maður fær skipta munn, sko. Eða bara fram að því að þetta var eiginlega bara allt mjög rökrétt og flott. Ein spurning samt, riddarinn á H5, var hann ekki til þarna í 30 leikir? Var það ekki að fara í að drepa hann? Var hann bara, mætti hann bara þarna? Já, ég hugsaði bara... Það var 20 leikja sem við vorum bara að drepa hann. Svo var það óumflýjanlegt þarna þegar hann leikur peðinu. Já, en það er líka eitt annað, sko, hermiskákin, hvað var það? Já, þá var ég það er ekki gott í því, sko. Þetta var ekki það sem ég undirbjóð mig á hjólinu, sko, sem ég fekk frá honum. Þannig að þegar óvissan kom, þá fórst þú bara beint, ég ætla bara að herma. Já, hann tefli alltaf benkuna og ef ekki þá Benoni, sko, þannig að... En, ok, svo var annað sem voru að velta... Já, nei, með kvítt fyrir ekki, já, bara, já. Annað, það voru svona 18 hlutir. En að því að Andri er ekki hérna, varst að blöffa með að væri með eitthvað undirbúið gegn Kongsbræðinu? Nei. Þú veist, þetta er 4 leikir, þetta er svakalega teóri. Hann heldur núna Andri Steinn sér að horfa á þetta. Ég vil sjá þennan undirbúning, sko. Við vorum að spá, þetta hefur verið alveg ótrúlega strategi að láta hann, að þetta er eina sem hann kann, Kongsbræð. Já, nú er komið pressa á kallið með það, sko. Að ég fer niður í ljósulofum þar, sko, eftir. Þið fáið að sjá það líka, sko. En líka bara Björsi, ég man líka eftir að svo ógeðslega margir sem stútir á hjólinu. Hefur einhvern veginn heyrt það? Þær stúteringar á hjólinu. Það er enginn í, já. En er þetta ekki samt, þú veist, þegar öllu á botninn kolt, er þetta ekki bara skemmtilegt TV, ef skilur, akkur að vera alltaf með menn eins og Hjörvar sem ger aldrei mistök og eru kannski 5 tíma ég er bara aldrei skemmt mega mikið, sko. Reyndar, sko, þegar þið voru í hermiskákinni, þá var Hjörvar að tala um þetta var leiðilegt sem hótt á ævinni, sko. En sveitiskákina fekk smá, reyndar, tímaraki í fyrirskákinni, það var gott. Lifnaður í lokin, já. En við erum allan að fara að fá skemmtilegt einvígi, held ég. Vona það, já. Birkis að myndi skipta miklu máli hver inn í fyrstu, sko. Já. En þú sagði bara nei við því. Já. Þá er ég allan á blaði. Þú ert á blaði. Þetta er það sem Sigur verið að segja. Ég komst á blað. Ég man eftir að hafa sagt þetta í engu einvígi. Þannig bara gangið vel og lengjan er bara praying. Já. Þetta verður flott þegar maður. Það er ekki bara strákar. Jó, takk. Við höfum trúað þér. Þá tökum við örstutt hlé og svo komum við næst aftur inn með 3. skákina.
Já, velkomna til leiks. Þriðja skákin hafin, hefur ekki bara vind okkur í hana. Í boði kalda Davon Jones, Lengjunnar og Arena Bites. Það 1-1 innvinni. Leifur Steinn og Leifur og Andri Steinn. Herru, hvað í gangi hér? Ég elskar líka að þeir eru alltaf að finna upp byrjanir, eins og að sé ekki nóg að þeim. Já. Herru, þetta var Kóngsbráð, ekki? Ég veit það ekki, sko. Jú, ekki? Jú, ekki E4, F5, F4, D5? Ég veit, það? E4, F5, F4, D5. En veitu, hvert fór C6? C6? Tekið drottning 1, ég skil ekki neitt. Já, bara... Við mistum að fyrstu leikjunum og þeim félagunum hefur tekist það að búa til eitthvað bara stöðu sem við aldrei séð áður. Geturðu bakkað nokkra leiki og sýnt okkur byrjununa? Það var bara svo hagvöxturinn okkar, bara hvarf. E4, F5, Kóngsbráð, D5, hann tók og C6 skambitur. Yes. Drottning 1-2, já. Þetta stóra bragðið hans leys. Já. Ok. Hann betur tekið þátt í Tour de France. En af hverju leifur það með svona lilan tíma? Já, þetta meikar ekkert sens. Nei. Þetta er ekki rökrætt. Frekar en eitthvað annað sem við gestum hérna, en hins vegar, sem sagt, svo áhörundur sem að þekkja ekki til þeirra félaga fá upplýsingur það, þá sem sagt, Andri Steinn sem að stýri hvítumönnunum, hann kann eiginlega bara þessa byrjun, Kóngsbragð. Og Leifur í upphafi einmiðsins sagði að hann væri með eitthvað tilbúið, eitthvað leynivopn gegn því bragði. Það virðist vera þessi staða sem við höfum aldrei séð áður. Þannig að ég hef ekki miklu trú á að þetta sé. Við skulum byrja á einu, sko. Þetta er mjög víðtæk túlkun á kann, myndi ég segja, sko. Þetta er svona eitthvað sem þeir hafa telt lengi, aldrei lagt sér fram með að læra, en gengið ágætlega. Já. Þetta hentar Andra Steini mjög vel, sko. Hann árásargjarn og vill hafa allt. Riddari Esju, það er nú... Það var ekki ónlíma, eða hvað gat drottning Esju? Gæti ekki leikið bara... Já, fyrirgjöðu. Já, ég tekið tilbaka. Þú átt kannski heimi í semi? Já, ok. Fast skotið. Við erum að tala það að Leifur sagðist vera búinn að undirbúa sérstætt leynivopn gegn einu byrjun Andra. Hann búinn að eyða núna 2 mínútum og við komin í bullandi vandræði. Eftir 6 leiki. Þetta er fallegt. Hann var að leika 5. leiknum sinni. Hann var að leika 5. leiknum. Og eiginlega búið með næstu í helmingina tímanum, sko. Já, þetta. Vel gert, Leifur. Út með mennina. Ok, setur á drottninguna. Hann leppar riddarann. Athugið það. Drottningin er ekki óný, það sem riddarinn leppur. Þetta er fyrir lengra komna. Ég er með svo margar spurningar. Ég bara veit ekki hver ég á að byrja, sko. Þetta er eiginlega. Biskup D7, afleppar riddarann. Hverjar eru líkur á því að hann... Nei. Hann drepur á D5. Hann drepur á D5. Er hann að fara að drepa á D5? Nei. Þá fæ ég áspyrir á döðlum, Birkir. Takk. Thumbs up. Mér langar svona að prófa pistasíu döðlunar. Já. Megum við opna þær? Tökum taste-test á pistasíuna eftir. Þú ert ekki að grínast með þetta. Nei, þetta er samt alveg. Ég bara elska pistasíu. Við erum í beinni útsendingu og þú vilt borða pistasíu döðlunar. Ég langar í pistasíu döðlunar. Kannski ekki alveg núna á augnablikinu, en... Þú baðist það núna og varst að segja að ég langaði þessu opna. Ég ekki að fara að japla okkur í beinni útsendingu. Það var þess að... Já, við tökum þetta eftir. Talaði fyrir sjálfa þér, sko. Þetta er ekkert eðlilega gott. Já. Hann tók á C6 P-tekur. Styrkir miðborðið, það ekki? Ég vil sjá F6 kongur F7. Ef það gerist, þá fer ég aftur að tefla. Já, það minnir mér á... Það er bara 100%. Já, Boris Afrúk var náttúrulega með F6 kongur F7 mútið Grand Prix aðbreiði í bókinni Expert vs. Anti-Sicilians. Íslandsmóti í skák landsflokku byrjar 10 daga. Ég skal segja úr kemurinn. Vá. F6, F7. Herru, við vorum einmitt að spá í því, sko, að þetta koncept, þessi NV, þetta er skemmtilegt. Og þá væri gaman að hafa eitt svona minnisbáminn NV og eitt svona sleggju NV. Hvað þyrfti til að ná þér úr í daginn til að taka hræðskokk NV við Vigni Vagnar? Mér auðvitað líður eins og ég að fengi sleggju andlitið við að horfa á þetta, þannig að það er spurning hvort að það sé Riddarinn er F5. Veitu, hvað er F5? Hvað er F5 samt? Er þetta? Það er bara að opna línu með þér. Þetta er pólitískt útspil sem gekk ekki upp. Það er eitthvað sem að... Ok, en hvítur nú samt svartur þarf að klára liðskipan, það er ekkert auðvelt. Nei. Og með skýta tíma. Nei, þeir eru líka bara svo rauðukrossin. Þeir eru að gefa peð bara eins og ekki sem morgundagur. Biskup er bara 7-2 og stu 8 peðum yfir. Sem ég vissi ekki að væri hægt. Bara alveg. Er Biskup er bara 7 svona góða leikur. Fyrsta skýtt í sögunni sem sjálfstæðismaður hefur líkt til rauðakrossin. Ég ætla Þetta kom að að segja Biskup er 7 D4 and why does it not work on the computer? Nei, Biskup er bara 7 þetta er D4. Shit, drottning B8.
Ég er þetta D4, alltaf steindutt, já, rétt. Svartur steindur. Drang B8. Hafa samt, þú veist, stundum kemur svona eitthvað briljant. Þetta er bara fínn leikur, sko. Já. Ok, hvernig en þá vitum við að næstu 4 verða mjög slakir. Þetta er svona ákveði ratio sem þeir eru að vinna með. Hvernig leysir hann leppurinn og Elínu og nær að hróka? Ef hann nær að hróka, þá er hann alltaf bara að peða mig yfir og ætti að vinna. Ég myndi halda að drottningi 2. Þetta lítur að vera mjög slemmt fyrir svartana því að hann kemur ekki biskurnum F8 út sem er stæðstu við hlinn á punktnum. Liðskipan, sko. Þetta var allt slant undirbúið, ekki glemði. Á hjólinu. Sagði Lans. Segjum, já, drottningi 2. Hann getur ekki að leika biskup SS út á þetta G5 til dæmis, þannig að já, þetta er bara mjög smá óþægilegt. Við þurfum vel að fá bara leif af. Nei. Þú tefnir kongsbræð með frumkvæð, þú skiptir ekki bara drottningu drengur. Þetta var Kópavogsbær að taka við loði í Hafnarfirði, sko. Hvað er að gerast þetta? Nei, þetta var eiginlega bara svona sjálfstæðisflokkurinn bara förum í meirihluta samstarf með Pírötum, sko. Menn á að sé að vera. Er það? Mætti halda þetta að vera pólitískt podcast sem að þetta er. Political gamble hérna. Ég játa að ég er með 50 steg í pólitíkinni, þannig að ég lært eitthvað þetta. Nei, sko, eina ástæða fyrir ég er hér er að Birkir lofaði að kjósa nei 29. ágúst. Þráttur að hafa fengið boð frá Þorgeiri Katrínu á Barcelona-leiki, þá ákvað hann að hann væri til í að kjósa ekki ESB. Riddari D4 núna. En Riddari D4 og þá er hvítur með Hafnarfirði, sko. Það er E5, öfureitur. Framheili. Nothing wrong with that. Hróku C8 vantarlega. Rétt hugmynd, ranguleikur. Já. Þetta er ranguleikur. Á raungum tíma. Ég var eins og með erlenda skákþjálfur, hann sagði stundum að framheili minn hefði dottið úr sambandi. Það er eiginlega dálítið það sem er að gerast núna, sko. Shit. Hvað var þá að gera á borðinu? Já, ég var bara... skákir það sem við tildum saman? Þetta var bara einhver rússnesku skákþjálfur sem ákvað að brjóta mig og það gekk bara ágætlega. Þannig að þú hætti bara að tefla? Hens hér. Nei, þetta er kólun á hvítan. Já. Það ekki? Á hvítan hefur leik bara Hróku C8. Hann er aldrei að fara að gera það. B4, B5. Minnar þetta er kólun á hvítan ef að svarti leikur ekki er réttur leikina. Já, það er þema í kvöld. B4, ég hef sér B4 núna. Saga, við verðum eiginlega að setja sko að því að ykkur eru að koma að skjánum að ef ykkur finnst við vera grimmi við þessa heiðusmenna þá báðu þeir þetta sko. Við fengum skotleyfi. Já, þeir vildu fá gagnrýnina. Já. Sem er mjög heilbrigt fyrir stjórnmálamann eins og Andrasteinn. Já. Það er svolítið gaman að vera svona grimmur. F6, kongur F7. Gerum að 38 leikjum og seint, en hann kom. Það kom? Já. Það er ég með slemma fréttir. Nú, hvað er með það? Vigni Vatnar er líklega að fá einn af sínum, ekki upp á stanstæðingum. Á morgun? Já, hann er svolítið slappur í göngu. Já. Spænskur. Nei, ekki Jamie Santos. Nei, Jami Santos, ok. Hann er lítið í að tapa, en já, Vigni svo sem hefur reynsla að tefla við hann. Núna er svartur á því líka munnið. Já, það fyrir verið gott. Riddar F5 að koma og... Já, þetta er allt saman. Þessi F6 kongur F7 hugmynd hjá honum. Þetta er þetta mjög góð leikur. C5 klárar þetta. Nei, C4 er B5 og hann fellur í gaffal. Hann er að fara C5, hann er að fara að falla í gaffal. C5 D4, þannig að... Hann er að fara að falla í gaffal. Riddari B5 á Nano. Nei. Nano. Ég meina, hann verður. En Andri Steinn með miklu betri tíma líka. Leifur er að lenda í vesinni, sko. En byrja, hvítur... Riddari B5. Riddari B5 D4. Hróku D8. Riddari D6, kongur G8. Hróku B7, Bistur Riddari C8. Já. Tekja C3. Það er svona hvítur á lífi. Riddari B7. Áhörður heyra bara tjing tjang. Tjing tjang. Æ, ekki tók ekki kynna. Búið cancela þig. Það hafði mikið. Oh my god. Þetta var ekki gott. Já. Við verðum bara að slöfu þessu. Já, þarna kom þetta. Átti fyrir... Býta, akkur er ég að hvetja Andra eitthvað áfram? Ég held með jafnræði. Herðu, hvernig bregst Leifur þessu? Getur hann ekki bara leikið? Riddari C6? Hann getur leikið hróku D8. Það er engin leikur. Já, það er engin leikur. Hann leikur D4. Og hvað? Riddari D6? Já, hann sér það. Kom G8. Þetta er bara búið. Hann tekur þessu, hann sér það. Hann sá þetta ekki í hjólinu. Það er alveg hreinu. Hann sér það, strákar. Það færi fyrir að stúdra í hjólinu. En ok, kongur F7.
smá lagg á leikjunum en þeir eru að koma. Það bara lagg á tafnmennskun líka, hvað að gerast? Heilsarsminni aðalega. Bíddu, Riddari E7, Kongur F7, Biskup A3. Akkur drapan hennan? Núna vil ég sjá Biskup A3. Riddari F5. Mámbrei. Ekki þau fyrstu. Nei, hvað gerist þannig? Nei. Já, hann með kemur svona fyrstbömm hérna. Yes. Já, hérna. Andri eitraður með hvítvíðstrákar. Já. Sérstaklega ef hann fær á sig leynivopnið hans. Já, þetta var bara nokkuð gott hjá Andra, sko. Já. Hann, Andri, maður sér samt, þetta verður flókið að bara brotna leifur. Andri einhvern veginn meira með þetta, sko. Já, mér fannst... Mentally. Já, mentally, já. Hann sá strax, Riddari D6 Rókur Esju. Hann greinilega segur í taktíkinni. Já. Það var ekki lengi að sjá þetta. Nei, líka, við vorum að tala við Leif fyrir svona, 2 mínútum, bara gerði þetta nægilega leiðilegt og hann eina sem hann ekki búinn að gera, sko. Og þessi skák sem hann vann, það einhvern veginn bara teldi hann solid, Andri átti engin svona plön og þá fór allt í steik hjá Andra. Þannig að hann verður að gera svipað. Hann þarf að finna törran aftur með hvítur núna í fjórðskákinni. Má ekki lenda á langt undir. Þetta 10 skák envi og komið 2 undir. Það er strax fyrir þessin. Já, spurning hvort að Leifur. Já, hann er hvítt, hann leik D4 síðast. Kekk ágætlega. Hvað ætli Andri að gera núna? Að þannig að finna eitthvað betra en síðast. Þetta er svona... Ég held við séum að fara að sjá svipað þema, sko. Heldur Andri sé bara að haldi sig við sitt allar Já, ég hugsa það, sko. Okay. Þessi menn er ekki með mörg vopn, sko. Nei, ég vona bara að að gerist ekki einmitt, að koma einhver einn óhæntur leikur og þá bara frammeðlaskvöldin, ég ætla bara að herma Þessi tímabundi frammeðlaskadi, hann er helvíti leiðilegur eiga við, sko. En ég reyndar verða viðkjanna, Leifur hefur komið mér óvart. Herðu, með dagsku bara. Bara betur. Stað fyrir við. Nei, herðu, ég skal bara éta mín einu orð. Fjórðskákn í gang á DGT-borðinu. Og DGT-borðið fór ekki í gang. Ég held nefnilega Andri sé búin að fatta þetta, sko. Hann er að tefla hratt, hann er ekki að gera neitt. Já, og hann veit að Leifur fer bara að hugsa. Já, pressa Leif. Hann fer í þríhýringsuppstillinguna. Þetta er fallegt. Með svörtu. Ok, ég er búinn að vera að bakka Andra. Það er píramidin. Þannig að þú ert tím Andri. Nei. Ég er tím bara að þetta veri jafnteymi. Þannig að núna held ég eiginlega með Leif. Í þessari skák. Allan að bara Leifum á ekki tapist. Þá fer þetta allt í rugl, sko. Biskupið fyrir D6. Leifur er nú að tefla. Hann teflir nú svona nokkur raukrætt í... Já, með hvítu. D4-byrjunir, með hvítu, já. Ekki... Nei, aldrei. Ekki hinu lit. Leinivopnum var ekki giving, eins og krakkan segja það eitthvað. Nei, hann sko, í alvöru talað, ef við spáum þessari einu skák Leifs með hvít og levelin henni og svo hvernig hann er búin að tefla með svart. Það er bara eins og ég veit ekki hvað. Það er bara svart og hvít. 300-400 stiga munnur. Þetta bara... Þakkum Hjörvari fyrir stórkostlega brandara. Takk fyrir þetta. Þessi maður er ekki að stúdera skák heima á sér. Nei, Biskup F4. Já, hann leikur því. Nei, herru, hann sér svona leiki. Býtu, gleymdi þess að slökka hljóðinu? Andri, hrókaðu. Nei. Djúvill væri fyndið þetta bara ómað yfir allan salin hjá þeim. Bara Biskup F4. En við sjáum samt, það er mjög skrítið að Andri tefnir líka mjög hvasst með hvítu. Svo tefnir hann, mjög skringilega með svörtu. Þetta er svona... Hann þarf eitthvað að skoða byrjarinn sína með svörtu. Það væri mjög gott að þið væri litblindir. Það er mögulega að hjálpa þeim einhvern veginn að nálga skákina. Ég held að Andri sé að fara að leika A5 og þá kemur B5 og þetta verður vesinn. B5 tekið C6. Núna á Andri bara hrókar. Hann tekur C5. Þetta er almennt ekki gott. B-tekur er réttileikurinn sem Leifileikur. Nei, núna sko á Andri mjög erfitt með ykkur að gera ykkur svona pawn breaks og þetta verður eiginlega svona þjáning. Þetta er það sem Leifur á að gera. Hann á bara að leiðilegur. Tefnir svo stórmestari. Lippi leiðilegi. Já. Lippi leiðilegi, létta á stöðunni. Þetta... Mér hrifin á stöðla svona fyrirsagnir. Já. Please hættu. Vignir vaknaði og vann valkyrjuna. Já, það var eitthvað góð fyrir þetta. Ég skal alveg gefa þér það. Takk. Nú færðu að boði í mörg afmæli. Teka með veislustjórn í krakka afmælum. Þetta er samt, út af biskunum F4,
þá er þetta óteflandi. Ef maður leikur H3 Já, bomba H3 sem maður gerði á þann. Nei, sko, þetta er bara, og nú skulum við reyna að læra eitthvað. Þú ert ekki að skipta upp á köllum, þú ert með meira pláss. Rétt. Já. Sko, hlustu á stórmeistaran. Þetta er prinsip. Þú ert með meira rými, þá áttu ekki að gera hvað. Ég ætla að skrifa þetta niður. Skrifa það hjá þér. Ég bara segi þetta við svona 1800 sinnum, þannig að það er gott að setja að skrifa þetta niður hjá þér núna. En þetta er gullin regla. Nei, ég meina, hefði hann ekki bara unni peð með drottning A4 eða? Já, bara H3 og... En málið það að við sjáum svartu kallana, rittarinn á D7, rittarinn á F6, biskupinn á D7, drottningin á D8. Þau geta öll notað hann D7-reitt. Ef þú skiptir upp á öfnikalli, þá er svona komið betra aðgengi að nota reitina. En ég er ekki viss Andri muni þykja þetta rými. Það er ekki bara rittar F á það? Já, bara shit. Nei, það er alltaf onni á C6. Hann tekur það. Það er ekkert annað að gera. Hann eitthvað full miklum tíma þessa ákvörðun. Já, rittari D7 núna á E5 sem er aldrei að fara að gerast, það myndi leysa vandamáli. Já, þetta er bara 2 leikir, rittari D7, E5 og svartur er bara back in it, to win it. Back in business. Er ég að fara að geta minni í norð? Wow. Það er að fara að gerast. Þannig að Bissu G3 er algjörlega þingað. Bissu G3, ef hann leikur E5. Já, það gengi hérna út. Bara pínu stoltur. Já, það er gott að búa í Kópavogi. Dúbaði döðlu á henni fyrr, sko. Ef maður var bara að geta döðlur og... Já, sko, E5 er samt eiginlega eini leikurinn. Ég held að leiki biskup... F5. Já, F5, ég ætla að segja Hvað heist það? Nei, bara því að hann var að negla peðum í síðan það er F5. G5? Já, það er F5, já. Þeir eru samt hrifnir að einhverju svona, eitthvað svona, já, ég veit ekki hvað þú kallar þetta. Leiktu bara þannig, já, takklegur. Þetta er eitthvað, finnst þið eitthvað öryggi einhvern veginn, sko. Drottning A4. Drottning A4. Þetta er bara búið. Já, stopp maður sér, svartur er nú ekkert að valda þetta peð, alltaf öðla, eða bara ekki. Biskup drifur C5. Já, hann þarf líka að fara í sprikli, sko. Já, drottning drifur C6. Það fattar það ekki. Rittar F6, drottning drifur C6. Já. Hvað ætlar hann að gera? Biskup D7 þá? Já. Leifur er nefnilega... Já, þetta er bara fín tafmennska. Hann er bara að tefla vel, sko. Bara fínast tafmennska, ekkert að þessu. Já, með hvítu. Já. En svo er ekki sama saga með svörtu. Drottning B7 og C6 er að koma. Það er eiginlega mjög óeipilegt að hann er með jafnmarga svarta og hvítu. Já, það er eiginlega verra fyrir hann, sko. Herri, nú ætla ég bara að jinxa þetta og ég ætla bara að bóka siguralif. Já, það? Já. Ok, það náttúrulega er bara... Það er ekki gefist vel í gennum tíðina. Þetta er bara kiss of death fyrir leif, sko. En akkur ekki bara drottning B7 og svo bara C6-leifur? Þessi tveir sem veði á leifur núna bara Nei Hvað það gera? Fóraldrar hans alveg gráta og finna á sig, sko. Nei, það er eitthvað missjón hjá þeim að koma rittar á E4 eða E5. Já. Það er búið að gerast í öllum skákunum. Það er eitthvað stig sem að engin annar fær. Hann tekur með Richter, já, ok. En já, minna, þetta er kólun. Við erum alltaf peðið við kólunnið og getum fara að íta C-peðinu hvað hverju. Já, það er bara ángríns, það er bara svona 400-500 stiga munir og tafnmösku leifs með hvítu svörstu hinga til, sko. Já, hérna myndi nú bara reyna að halda þessu biskup, hann er svo góður. Það slær dálítið saman þegar þið fá svart. Já. Eða biskup D6. Getur svona að byrja á hendi C6. Er þetta mjög mikilvægt að reyna að halda í svartar þetta biskupin? Já, C6 biskup C, besta hreyfina biskup en hvert. En sko, er til slæmur leikur með hvít núna eiginlega? Leifur. Ekki biskup H4, já, ok. Er það? Já, þetta er kólun. Já, þetta er sann kólun. Þetta er nú ekki eins og sé mikil eitthvað sókn í gangi. Drottning D6 og sannlega bara overall out, sko. Já, Leifur. Hann er ágættur í svona stuðum, ekkert að gerast. Já. En svolítið eins og Hannes. Já. Svo þegar hann þarf að hugsa og þarf að taka eitthvað... Já, Hannes væri með... Já. Ef hann þarf að taka eitthvað svona ákvarðanir sem eru svona bara, einmitt, ekkert svona forserað eitthvað, bara þá fer allt í steik. Já. Hann er kassala. Vá. Það er þetta gott, sko. Það getur Birkið, þá er þetta gott kombo. Ég myndi bara leika C6, henda svo bara drottningur á E5. Já. Ég þannig ekki bara fara... Já, fyrir allt einhverja pöttur hana, Þetta er samt kannski bara sniðut. Já, þetta er alltaf leið. Það er bara leðilegur. Eða Andri bara tilbaka og svo bara sami jættri, þráleikur. Jættibla. Nei, þetta er... Já. En sko, E5, 20 leikjum og sent. Vandamáli við Andra er að þegar það er ekkert counterplay, þá er ekkert að fyrir þetta. Já. Hann þarf counterplay, hann þarf einhver sókn, En sjáu núna, hrókur E6. Talandi um counterplay.
Hrókur E6 vippast yfir á H6, fórna sín á H3, það að fara að gerast það? Hrókurinn á Elínu unni geti farið að Hvað er að fara að gerast Lippur? Það gerir Lippi. Það er ekki. Lippur. Alex E6 tekur A7. Þetta er ekki nóg, sko. Hrókur E6, vantarlega? Hrókur E6, eða D6, ég veit ekki. Hrókur D6, eða ekki. Hrókur D6, jú, það er meira safe. Það myndi meira sens. Men hann er að koma H6, Leifi getur alveg fara að sjá okkur ofslónir núna. Já. Andri, þú verður að gera þetta. Koma svo. Við höldum með Leif. Já, við höldum með Leif. Við viljum 2-2. Ég meina, hann er attacker, sko. Hann auðvitað leikur hann þessu alltaf. Já, hann leikur þessu. Ég líka elska skák, sko. Ég vil að það fari vel með þetta. Já. Þá hittir þú að vera grátandi í augnablikinu. En Leifur er stressaður núna. Ég er bara í alvörunni. Nei, menn hvernig er þetta að fara að verja? Það er fórna H3, sko. Þetta er bara, hann er bara hjólinu. C5, já, hann leikur því. Hrókur H6, strandlöfur D5, biskup E6, strandlöfur E5, Valdar H2. Sér hann það? Þetta er ekki eitthvað skrítið leikur, eða ekki bara hrókur H6 og bara búið? Strandlöfur D5 skák. Já, bara kongur H8. Og hvað? Já, kongur H8 bara, spakur. Já. Já, ok. Ég átti að því, Ólafur. H3, biskupur H3. GG. G3. Ég held að Leifur er að fara að leika, nei, hann getur leikið H3, biskupur H3, G3. Aldrei að fara að gerast. Já, hann getur alltaf tekið D5 fyrst, sko. Samt ekki. En akkur ekki H3 G3, er ekki bara búið? Hvað gerir hann? Hann tekur á D5 náttúrulega. Þú er búin að snerta peðið með. Nei, heyrðu, það er skák. Byttu, hvað mennur það? Það var að máta hann. Nei, það er skák á kóngin, þetta er rólegur leikur. Eitt er það. En ert þú ekki allsverðarmeistari skák, Björn, eða? Drottin D5 með skák á kóngin, sko. Takk fyrir. Ég henni mát. Ég sá ekki hvað Leifur lék. Hann tók að D5, þetta segir að skák. Hann er með 18 skákstig. Það kallar skák. Talandi maður niður. Andskotin. Já. Sko, talandu framheila. Ég var ekki að fylgjast með ég var ekki að fylgjast með borðinu. Ég horfði bara á hann mátaði og svo gerði hann svona tók við aumingi. Ég gæti trúa því að Leifur viti núna að hann sé að fara að vera máti í næsta leik. Og núna er hann að skýta á sig. Hvað er heppin? Kongur á 8. Að drottningin þurfi ekki að vera snertur, sko. Já. Það hefur komið, ég ætti að dæma, já, herru, það er búin að snerta. Nei, herðu. Þú sér hann ekki dröndur breyfum, eða? Já, biskup G4. Nei, sko, Leifur er eitthvað panika. Jú, ok, hann Hvað mennur, biskup G4 hún í E8? Já, herðu, Jésús maður. Út með ykkur, alla, hvað er í gangi? Erum við skildir, eða? Tímabundin framheili. Akkur er Leifur svona svektur? Út af alltaf mátt? Nei, hann er fegin. Hann var að taka andvarp, hann er léttir, já. Hann held að hann var í mátan. Smá tilfinningagrendi. Vinur minn spilaði með létti, alveg 50 leiki. Hvað styrir, vinurinn? Vá, hvað þetta var slæmur brandari. Við verðum bara slaufestar útstending. Óskar Ingolfsson skoraði alveg 30-40 mörk fyrir létti, sko, átt af því. Ég ætla bara að draga mig í hlið. En hann var auðvitað með hann. Kongur H8 hefði... Já, Kongur H8 var svona meira testing. Nei, Kongur H8 hefði bara verið stórkostlegt vesen fyrir Leif. Hann hefði orðið að finna H3, tekið G3. Já. Og svona heldur sér lífi en það er erfitt. Akkur ganga menn hérna með buxuna fyrir neðan nærbuksunar hérna í bakgrunnum. Hann er þetta farin en má þetta bara guldspjald? Ég elska líka að þú hafir gefið tíma. Björn þetta, Hann var reyndar ekki að segja hann. Vá. Oh my god, það er brandari líka. 20 sekundur. 20 sekundur hjá Andra. Leikur Hrókur G6. Ég man því að ég var með vinnu. Er ekki Hrókur B8 bara fyllleikur? Skipta þessu. Ég er ekki með að vinna hana, ég er ekki nefn að reyka mig. Þú ert að hafa konu sem getur skilað þér. Hún er aldrei að fara að horfa á þetta. Þessu, sko. Hún er aldrei að fara að horfa á þetta. Aldrei að horfa á þetta, sko. Nei, ég er að tjóka. Hæ, Kristín. Já. Nei, Kristín er bara einhverjum kottel með hósi og strákunum, ekki? Jú. Bablo hósi, sko. Þetta... Hrókur B8 væri minnleikur hérna. Til einfald tablið, hvað myndið þið gera? En Leifur er líka bara... Leifur er ekki á því. Nei. Hvað gera hann? Ég vil sjá drottning H5. Hann lék því?
hversu boring, en góð leikur. Já. Hvað gerir Andri núna? Er einhver leið hérna drottningi fyrir aftur á F6? Það gæti hann ekki bara líka leiki? Hvað er að gerast þarna? G5. Já. Þannig hlóni ég Hrókur G5 og Hrókur drifur G... Drottning drifur á það. Leifur er ekki að fara að sjá það. Nei. Ef hann er ekki búin að sjá það strax. Já, svona confident Hrókur G5. Hann er ekki að sjá það. Nei, hann er ekki að sjá það. Nei, hann er ekki að fara að sjá það. Hann er ekki svona að horfa upp borðið, sko. Nei, hann er algjörlega kaupa. Nei, líka, hvað ertu að hugsa núna? Annarkvæmst það drottning K4 eða hvað? Nei. Nei, þetta er verst að sé, sko. Nei, hann sko gjörsamlega kokglifti blöffið hjá Andra. Þetta er svona, þú veist, ef þú leikur svona no confident, sko. Þetta er þinn á okkar level líka, sko. Já, algjörlega. Hvað Hrókur drifur G6, biskup C4, þetta er bara... Hann gæti samt unni, sko. Nei, Hrókur B8 núna. Þetta er... Ég meina Leifur, sko. Já. Þetta er náttúrulega unnið á Leif bara, basically. Hann lék... Hrókur G5, ok. Sorry Leifur, er ég leiðilegur? Nei, jú, smá. Ok, þetta er gjörunnið. Ég elska líka Leifur sé að láta eins og sem allt á hreinu. Eftir þess að síðustu 5 leiki. Hann er núna að hugsa að þetta hefur verið geðveik fórn. Geð drottningur hérna, geðveik fórn. Nútrilla þess að allt saman. Og svo bara CP klárar þetta. Hvað ertu að gera? Já, takt á 7-8 og Hrókur B8, já. Jinxi mitt er ekki að lenda strákar, það munar litlu. Já. Ég bókaði sigurinn. Þurfum við ekki eitthvað nýja lit á skákborðið af því að alltaf við erum hvítt að vinna þér? Já. Armageddon, núna. Ég var að prófa bara að láta að byrja þannig og svartu byrja. Já, bara í alveg. Það er stutt pása og það er Andri viðtal núna, strákar, í stöðunni 2-2. Já, við þurfum að krifja en ásreikning, sko, þetta var svakalegt. Er ekki best að gefa viki? Ég er alltaf ekkert vita pólitík. Jú. Ég er einmitt að bíða eftir leikskólaplássi, en ég þarf að ræða hann. Steinn mættur í hérna sinn játningaklefa. Þetta er búið að vera sveiflukent, Andri. Já, ég er ekki með sama heila og því að tölvuna fyrir fram að mig, þannig að ég ætla að horfa á þetta aftur og eftir. En já, búið að ganga á ýmsu. Já, fyrir okkur er þetta svona þannig að bara ef ykkur er með hvítt þá tefluna vel, ef svart þá bara pínu allt út í... Já, persónuleiki fer einhvern veginn út úr glugga þegar þið eru með svart, sko. Það er þetta er stjórnulegt að horfa á þetta. Já, þetta er... Það tefla kvassar út með svart, sko. Þetta er... Það tefla kvassar í rauninni þú út með svart, sko. Já, ok. Það ferðir betur, sko. En hann Leifur var búinn að lofa hérna alveg ótrúlegu leynivopni gegn þinni helstu byrjun og svo eftir 6 leiki var hann eiginlega tæknilega með tappað. Hvernig var þín upplifun af þessu? Já, þið getið giska hvað er að tefla næst með hví. Það verður Groundhog Day. Sæmvilið undirbúningur og leik 4 bara 1,5 umhverfistíma og þetta er rugl. Það var ekki samferð þegar hann sagði ég var undirbúið á hjólinu líka. Við spurðum hann hérna einmitt áðan þegar hann kom að hvort að hann hafi verið að blöffa þig með því að þykjast vera með eitthvað undirbúið og hann laug beint í opið geða. Já, bara þjóðinni fylgist með. Nei, ég hugsa að ég þurfi að taka hermikrákuna sem hann reyndi með hérna ágætum árangri í fyrstu köknu. Þú mátt eiginlega ekki gera það, Hjörvar, ætti að labba út fyrir eitthvað. Já, ég líka. Maður á ýmislegt eftir í erminni. Já, ég held þú sért með svona sálfræðilegan advantage á Leif, maður sér það alveg, sko. Það virðist allan að vera þegar þeir báðir í tímaræki, þá ert þú eitthvað neginn grimmari. Það var allan þannig þegar það gerðist. Já, Leifur með lítinn tíma og ég með riddara virðist vera ákveðin uppskriftarsigri. Já, það eru margar uppskriftir, notabenni, sko, en þetta er eina, sko. Þetta er matreiðslu bók, sko. Hvernig upplifðu þú það moment sem við höfum mjög gaman af þegar Leifur
kom með eitthvað stórmistara leik í fyrstu skákinni, fórnaður hróknum og svo leik hann að sér manni bara nokkru sekundir síðar. Já, einmitt. Hvað skal segja? Ég myndi vera því sem ég er búin að taka þetta nógu vel fyrir, þannig að ég þurfi ekki að bæta á hana. Þetta var stórbrotið. Við tókum alltaf eftir. En kannski síðasta spurninga var að vera aftur á Vígvöllin. Hvenær fær Hjörvar leikskólapláss í Kópavogi? Já, Herru, við erum að taka við, það eru útlutanir í gangi núna. Takk fyrir að koma þessu. Hann hikaði ekki? Nei. Og við erum að gera eitthvað vonur að, ég veit ekki hvað maður á að gefa mikla væntingar, en við erum að telja allavega 12 mánaða. Já, ég veit að eiginkona Bjössa er að þá býja eftir leikskólaplássinu fyrir þig, sko, þannig að það lítur nú að koma að því. Nei, ég býð spenntur, sko. En 2-2, við þökkum fyrir skemmtunum og gangið vel núna í þessum slag. Já, takk fyrir það. Ég held við sem komin aftur í loftið, drengir. Það enginn sem getur talað innan eða mér. Þeir eru að smjatta og pista sér í döðlum. Við erum að prófa pista sér í döðluna, við erum lofað því. David Jones. Það verður að vera önnur pása eftir svona 10 mínútur. Já. Fínustu döðlur, ánægð með þetta. Og við erum hérna í boðið mitt, daðlana frá David Jones, Kalda, Bites og Lengjunir. Já. Það sem að þjóðin ákvað að veðja bara húsinu á Andra Stein. Það voru rosalega tölur sem fóru á Andra. Já, hlutfallið allavega. Maður er búin að heyra hlutfallið að það hafi verið bara yfirgnæfandi á Andra. Það var fólk sem var að hætta í vinnunni bara. Það er bara að fjármagna sig. Það er fólk sem eru að treysta á bara að þetta muni. Já. Nei, við erum að tala um það að stöðlinn á Leif fóru 1.57 í 1.78. Já. Og öfugt í Andra fóru 1.95 niður í 1.7 sko. Það sér ekki svona á fótboltaleiki. Sjálfan. En ef ykkur er að koma að skjánum að þá er þetta staðan 2-2 í einvíi þessara meistara og hérna hér var bara hlægi þá hérna ég er búin að hlægjandi í svona 45 sko. Ok, Leifur Hvítur er bara búin að vinna en Leifur er að gera betur en áðan hann fekk eiginlega tapað svona skítastöður mjög snemma þannig að Leinivott 2 er að ganga betur. Já sko, Andri fekk auðvitað coaching hérna í áðan sko. Já. Fekk ekki Leifur coaching meðan Andri er auðtalið? Já, Leifur er búin að fá ansi mikið coaching en ég meiri trú að Andri takk þetta til sín sko. Hann á þetta tefla mjög hvast. Leifur panika sko. Ertu að meina að Andri Steinn hlusta á ráðleggingar annað en Leifur? Já. Sem lofaði mér því að það myndi aldrei enda með verri tíma og nú er hann komið næstu mínútundir. Já, ég myndi að passa klukkan. En hann er samt með betri tíma með hvítt sko. Þeir eru báðir eitthvað með framhýrðarskaða með svart sko. Já. Hann er víða. Nei, hrókering og hvítur eru strax sko með tölur betra, það er bara, það er svakalt að fylgjast með þessu. Það þarf að fara að kenna þeim einhverju byrjana með svörtu. Ég fer nú að tefla Kóngsbræði menn molnar svona niður. Ég ætla rétt að vona og sérst ekki erfiðleiku með þessa, herran. Já, ég skal ekki það að segja. Nei. En þetta nú bara til gamans gert. Jú. Andri Steinn tók reyndar sögu á hann. Hann byrjaði að tefla aftur út af mér, sagði hann. Ég held að það sé lygi, sko, en hann var að leita atkvæðum. En hann vildi meina að hann hefði byrjað að tefla aftur eftir, skákmót framhaldsskóla eða eitthvað álíka. Það sem hann teldi við þig?
Nei, ég held hann sá mig bara og var bara vá, ég vil fylgja þessum. Ég vil vera eins og þessi ykkur. Þetta er maður sem ég vil verða eins og. Þannig að þetta, já, það var til eitthvað köld þarna og svo hættið þú bara að tefla. Já, þannig byrja enda öll köld. Af hverju flengir hann ekki, já, ok, ég segi ekki neitt. Nei. Ég ætla að leika leikarna sem ég vil ekki segja einu sinni hvað ég ætla að leika það. Áframhaldur þetta? En svartur með örlítið betra. Svartur með parið. Það í fyrsta skipti held ég bara. Biskup C4? Nei, líka bara C6, D5. Bakka fyrir þér. Riddar C6. Þú er riddar C6 bara, það reyndir hún í C7. Er það ekki stindreipið? Já. Það meiri sé að þetta drepa strax á C6. Já, Björn er góður í þetta. Já, ok. Tekur því. Hann hótar basically núna að drepa C7. Já, Biskup C4, hann hlustaði mig. Takk fyrir það, Leifur. Leifur sá það. Galliður Biskup C4, hrókur er átóleikur, svo kallar. Já. Og hvítur hefur töluvert betri tíma. Það er stundum ekkert alltaf best í skák að leika leikjum það sem að andstæðingurinn á bara mjög auðvelt svar. Nei, það var einmitt bróðið þinn sem kendi með það, Bragi Þorvaldsson stórmeistari. Leikillin í að vinna skunka er að láta það fá stöður af leikindulega velja úr. Eins og hérna, hvítur hrókur að samankvölda þessu stórmeistari með 18 stig, hann leikar hrókur Já, Garri Kasparov hefði líka leikir hrókur eins og Leifur. Rétt. Þannig að þú ætti að gefa mönnum... Nei, þetta leikir hrókur eftir. Gefa mönnum sénsinn að sanna fyrir þér. Karlsson hefði leikir. Það séu skunkar. Og skunkar er þess að slangur yfir slæmarskápin. Já. Miðað við þig. There's levels to this. Já, en þú veist, hvítur ákveði frumkvæði núna. Já, hann nýta það, Biskup C6. Hann er alveg góður í svona hvassum stöðum. Nei, sko, hann þarf að fá svona stöður. Hann þarf að fá svona dýnamík og læti, sko. Ef hann er fastur í passþeirri stöðu, það sem hann er með fullt af möguleikum, það er uppskrist að... Já, bara eins og fjórðarskákin, þá var hann svolítið passífur og bíða og vissi ekki alveg hvað hann að gera. Já. En hérna er hann bara, með kassan úti. Nýbúin að ljúga að mér að ég fái leikskólapláss, sko. Ansi bíræfin, sko. Jú, það er ekkert mál, sko. Það eru 12 mánuðir, já. Hvað segir, hvernig spáði þessari? Já, hvítur er líklegur. Hvítur er líklegur, segir Hjörvar, Björn. Ég held að þetta sé bara 50-50, sko. Þetta er algjört lottó hvernig þessi dettur, sko. Já. En drottning D2 mun auðveldar að tefla hvítustöðuna. Já, það er miklu auðveldar. Það hefur verið. Ég ætla að segja Leifur hérna. Tíminn er að jafnast út. Og hann mætti fara að vera sneggri að koma... Já, ef hann klára að koma að vinnur mútuna, það er hann góður. Þetta er ákveðsleikur, svona spyrspurninga. Já, þetta er bara mjög fýll leikur. Það er ekkert auðvelt fyrir svartan leik. En þú veist, leikillin hérna er bara halda kúlinu sem hefur ekki gengið vel hjá hvoru skámannum og leika bara Biskup B7. Hvítur er með alls konar ekkert. Já. Og Biskup B7 og Riddari D7. Hann er aldrei að leika Biskup B7. Nei, aldrei nokkuð tíma. Eða hvað? Ef hann gerir... Nei. Leifur. Það er ótrúlegt að Leifur hafi ekki fallið. Hann er að fara að leika Riddaranum út. Hann byrju hvert? Bara einhvert. Við höfum hingað til ekki séð menn sem ætla að fara að leika ykkur og hætta við það. Nei, en þú veist, Riddari C6 drepið C3, það er ömurlegist að... Já, en þú veist... Ég held að hann hlýtur að leika Biskup B7. Nei, hann tekur F5. Ok. Vandamáli við þennan leik er að Biskupin og Asek fyrir allt í náttúrulega alveg ríkalega liðlegur. Drottning G4 er bara, ok, hann sleppur. Riddari C5 núna. Riddari C5 er liðlegur. Nei, hann gæti ekki gert neitt. Kallaði mig aftur riðgafan Benny Brím, sko. Já. C3 kannski. Það geti bara látið Hjörvar að fara að tefla aftur, sko. You will never know. Já, ég heyrði að það væri komin í 2.6 bara á test.com, en það er rétt Nei. Ekki, róburður. Hvað gerir Andri Steinn hérna? Nú þarf hann að því að hún er mein illa við örugglega að fara að skipta upp og eitthvað vesen, sko. Ég held hann leiki drottning H. Hann veit farið sókn, hann er sóknar þengjandi, ekki? Men drottning G4 er ekkert galið fyrir svona sóknarskápmann. Tekið F5 og allar að leika Riddari F6.
Nei, drottning Heldur að sé svona eitthvað. Já, drottning G4 alveg bara Er það ekki bara samt allt í lagi leikur bara? Já, getur drepa á F5 og skáka á D4 og drepa á F5. Já, þeir sjá það ekkert, Hjörvar, þú átt á því. Nei, ég er bara reyna að röggrættu hérna, for once. Nei, þetta það kemur einhver glansbomba núna, sko, við vitum það. Hann er greinlega ekkert alveg viss hvað hann á að gera og komið verið tíma. Nei. Átt á því. Rittari C5 væri sannlega... Ekki hann hugsa eitthvað gali eins og taka G7. Hann leikur drottning H4. Það er róluleikur. Já, það er öflugt ímyndarafl sig út með. Drottning H4. Já, drottning H5 myndi með þér, þú átt á því. Þú kjafti. Kjaftilegur. Ok, og hvað, tekið F5, D-dur F5 og allar ekki rita G5 og hrókur E3 og það var gaman lífinu. Og geta sagt hvað sem á þess að, já. Herri, ég stið þetta, hann leikur drottning H5, ég er sammálaður. Sérðu? Já, sérðu? Drottning? Já. G4. Hann datt hann í skuggatrykki sem ég lendi í Já, getur reyndar haldið piðinu með drepið og E5 drepið, drón G4 rittar eftir. Sérna það. Og misla bara bjötsupiði í staðin. Já, það er ekki að drepa það. En Leifur er náttúrulega aldrei að fara að skáka D4. Nei, Leifur er að fara að leika F6 hérna. Það er bara... Það er að Leifur sér það. Varstu búin að bíða þennan með lengi? Þessi var búin að bíða ansi lengi, hann var hún helviti súr. Það var í gærkvöldi að semja hvernig kemur í þessu maður. Jú, þetta er góðu brandari. Já, F6 er reyndar bara allt í lagi leikur, sko. Já, þú segir það. Heyrðu það fyrst hér. Hrókur F7 og... Það er sannlega bara besti leikurinn í stöðunni. Já, hann kemur alltaf fljótt í mér. Náttúrulega. Benni, er þetta? Nei, þetta er þetta bara tölvöld betra á hvít, sko. Á hvít? Já, þetta er ekki bara... Já, fyrir ekki, ég ruglast að lítum. Þetta er leirbyttur? Það væri lítið gott fyrir þá. Þetta er sannlega bara búið. Já, dróning S. Já, býtum samt. Hvað hvítur að gera? Bara biskuðin tilbaka og... Já, biskuðin tilbaka og kemur F5. Já, rétt. Sko, hugmyndin... Hann leikur biskuðinum, hann tekur á F6, já, ok. Hugmyndin... Já, ég held að það sé besti leikurinn. Já, ég reyndar ekki frá því að það sé rétt. En hugmyndin í að Leifi var ekki að leika F5, það var að drepa D4. Svo kemur C3 og tæknilega séðar jæmt á liði, en rittari og biskup Krók er svona... Ég samt ekki jaft. C3... Eða hvað? Já, hann er bara með 1 P. Hann leikur C3 og þeir eru nú ekki merkilega. E5, já. C3 var mikilvægur hérna til að halda svona smá kontról. Já, en þetta er nú samt alltaf læg. Já, þegar biskupin A6 einangurst pínu... Meira við það. Ég skemmt hann ekki... Ég leika bara rittarinn í 4, er það ekki? Þetta er bara alltaf læg. Þetta er D4 bara fýllleikur. Þetta er bara fýllleikur. Ég hefði bara autoleikið C3 en kannski þarf ég bara að bæta mig. Var þetta það? Herri, hann leika sér dróningu. Nei, hann fór E4. Þetta sem kallað á það, já. Ég held hann að fór á D4. Já, ég byrst forláts. Rittarinn Róni, hann þarf að hörfa. En sko, nú er þetta að fara að enda í einhverju brjálæði, sko. Já, nú er komið tímarhagsbarningur og aðeins betur tími hjá Leif. Já, og þar erum við búin að segja að Andri Steinn sé sterkari mentally. Já. Mentally, já, svona, ef við förum í svona, hvað segir við? Þessi instinkt og svona... Já, hann verðist bara harðari á klukkunni svona. Já. Leifur er bara mjög stressu típa við skákborðið, sko. Leifur á að hafa betra svona innsægi. Er Leifur að tefla mikið hraðskák á netinu? Ég veit hann nefnilega ekki. Af því Andri er sjóaður þar. Já, ég held að hann tefli meira á netinu, sko. Þetta er D6, heldur ágætis kontról, dróningi E7 bara, eða ekki? Það er þetta ágætis stafnarskan. Þetta er E6, ok. Já, bara... Þetta er mjög fínt í að báðum, sko. Þetta er svona alltaf lægi. Þetta er svona, já, þetta er bara jæmt tafl í raun og veru, sko. Tæknilega sjálfur leikur 2 hendur. Það er hendur og lætið maður. En við erum bara hérna af mikil drengskap C4, teflir á móti sem biskup. Báðar hendur. Nefnum að segja með 3. Hvað sagði þið eiginlega? Já, 2 hendur. Já, hann notaði 2 hendur, Ólaður. Ég hata þegar hann notaði 3. Það er eiginlega það. Það er sös. Æjæjæj. Herri, byrjum við. Er Leifur bara að taka yfir með tekninni hérna? Hann er búin að vinna ykkur peðina? Nei. Ok, en hann er peðið yfir hrósendafli. Já, það er fórnóti í jafnteflislegt hrósendafl. Hann nær afturpeðinu, en nú reynir á teknina og tíman. Þetta er fræðilegt jafntefli, en... Það hefur enga þýðingu. Nei, það er rétt hér. Hjörvar er ekki... Dugar þetta umframpeð. Hjörvar er ekki mikla trú á tekni... Hannes 5...
Hann leikur hrókur aðeins og Reyndar, hvað gerir svona? Ég held reyndar að Leifur var að Gunnar stúdera fjórir. þetta endatafl. En nú er bara A2. Á hjólinu. A2 G4. Þetta reynda jættefli eftir að A2 kom G2. Nei, ég bara kannan. Það voru F2. Já, kongur G2. Jú, kongur G2 reyndar og kongur fram og tilbaka. Kongur H sé á fárunlega, hann ætla bara að vinna í Krókur H on the spot. Þetta er alltaf eiga menn að vita. Já, að menn eiga að vita ýmislegt, sko. Allt rétt. Þetta er ekki gott, sko. Þetta er bara jætt. Kongur F2 er tapleikur. Nei, hann leikur kongur H4 og leikur símátt. Það verið gott tíði. Vá. Hvað er að gerast hérna? Ég veit það ekki. Þetta er jættefli, sko. Já, en bara ef Hvítur átt að segja því að halda kongnum á G2. Ég er bara mest hræddur Andri dreipi peð á G3, sko. Hann leik sér í mátt, sko, ekki mátt, hann leik sér tap 2 með þess að kongin F2 sem svona basic endgame knowledge og ágætta menn svona læra því sem vilja bæta sig. Vandamál er að hann reynir að koma í kongin að Hvítur hefði bara hrókina og langt í burtu og skáka bara. Ég held reyndar að Andri... Heldur það að G5 með það? Nei. Andri er vantilega að hugsa núna. Jésús, nei. Afsaki Andri, ég tek þetta tilbaka, ég vil ekki þetta leikskólapláss, ég vil bara bæjarfélag. Hvað er þetta? Ef þú gefur Hjörvar leikskólapláss, þá skal ég taka þér svona basic endgame kennslu. Ásdís Kristjáns, við þurfum eitthvað meira. Við skulum bóka þetta Hjörvar afþakkar leikskólaplássið. Herra, hann leikur okkur bíð, Ólu leikur. Rókur getur úr skák, Rókur bíð. Aftur heppin, það sé ekki bara onni, sko. Já. Ég er mest hræddur að Leifur sé að fara að leika bara eitthvað kongur D2 og þetta sé aftur jættefli. Svo hafa menn áhyggjur af menntakerfinu, sko. Ég hef áhyggjur af þessu, sko. Jésús. Jæja, ok, hann getur ekki klúra þessu. Rókur eitthvað. Nei, þetta er búið. Það er ekki hægt að klúra þessu. Nefnum leika. Ég er á gamall fyrir þetta, sko. Vísar hann í Lethal Weapon myndirnar þar sem að... Já, vel spottað. Þetta var orðað á ensku. Ég er á gamall fyrir þennan bíp skít. Það var náttúrulega alltaf búin að vera leið og segja þessa setningu, sko. Herru. Ég veit ekki alveg hvort viljum við í viðtal núna. Strákar. Ég bara ekki kláraði. 3-2 fyrir Leif. 3-2 fyrir Leif. Og fyrsta skáki sem vinst á svart. Já, herðu á, Leifur er með hvítt síðan maður. Það er Þetta gæti eitthvað orðið eitt maður. Beitu, Lengjan. Við erum að freknast nýtt íþróttafélag á morgun. Þetta er svona. Það er bara íþrótt. Það er bara kúla að koma inn á lengjuna. Léttir í bestu deild. Sigur hjá bara ungmennafélögum landsins. Herru, við bara fyrir beint í næsta einvígi. Lengjan lítur bara, herru, bara ekki annað en við. Ég veit ekki neitt. Þetta er besta gullkú sem við fengið. Báður að koma. Það báði betra eiginlega. Báði betra. Já, við erum komin sérst í raunin hálfleik. Hver ætlar að rósta þá? Já, Ef ekki bara leyfa þeim að standa þetta. Ha? Já. Hvað getið þið sagt okkur? Já. Á ég að taka báða bara í... Já. Þetta er gott TV hérna, þeir eru að gera sér klára. Já, þetta er ekkert. Staðan er 3-2 ef við byrjum á þér, Leifur. Hvernig lagst þetta í og þessi bara síðast skák? Ég er náttúrulega bara fegin að vera ekki að tappa 6-0 eins og ég sá fyrir mér þetta fyrir dag þó ég hafa ekki sagt nokkur manni frá því. Það var ákveð stress, já, rétt. Þetta meina þegar þú fórst svona 3 sinum á klósetti fyrir þetta og engin bjóst við að þeir liði þannig? Nei, þessi skák, það er ekki svona sem maður vill vinna skákir en ég tek punktinum alltaf. Já. En Andri, hvað hefur þú að segja? Já, þetta var ég klúraði hans frá mér en ég held að Leifur var að klúra sér rækilega í lokin sko, þetta kallast að leika sér að matnu Leifur, þú hefur bara mátt klára þetta svona 20 leikjum fyrr. En þetta var samt fræðilegt jættili, án og drast, eða á G5 sko. Það var svona aðeins fyrir að skjóta á endatalskunnáttu ykkar, eru þið með sjálfströst í endatalinu? Eða þú byrjar, Andri? Ég er bara svona skák leikmaður eins og svona jazzspilari sko, þú veist, ég veit það ekki, ég menna, er þetta ekki bara, ef þið líður vel, þá er þetta að gera eitthvað gott, en ef þú myndir prófa mig upp úr einhverjum stöðum, þá hugsi ég fengi kannski 4,9. Ok, en Leifur, varst þú vissum og væri með unnið þetta endatafli eða fattar og væri búin að klúra þessu? Nei, ég viss alveg að ég var með kúlinni þarna sko, en ég held að Andri hafa heitt naglan á höfuð þarna með jazzin sko, þú veist, við erum ekkert mikið að rýna í bækur eða nótur, það er meira bara flowið og leika einhverju. Já.
Sko, þegar þú komið með þessi 2 GP þarna, ef Andri leikur bara hróttu frá og tilbaka Já, var það? Þetta var ekki sigur. Hálfliðið myndi talsveit betur. Byrju, klúra ég þessu? Já, þetta var bara, þegar hann er með þessi 2 tvípið þarna og appiðið, ef þú leikur bara hróttuðinu fram og tilbaka fyrir aftan, þá getur leifið aldrei gert. Það er eitthvað að lækka í þessu jazzi heldur. Þetta var steindur. Það er ágætið skóli, maður lærir ekki nema maður drullu upp á baki í beinni, en Andri, þú ert undir, hvernig sérðu fyrir hvernig hefst comebackið? Já, ég veit ekki það. Ég átti vona að í hálfleik yrði ég allavega yfir, jafn eða yfir, en við vorum búin að undirbúa þessa að þetta geti komið upp, þannig að núna dreifum við fram stóru leikbækurnar. Minnist ekkert á þetta. Plís getur hendi í frasan, kvöldu er únt. Já, nákvæmlega. Kvöldið er ung. Takk fyrir það, Björn. Kvöldið er mjög ung. Herriðum, það lýst mér vel á þið farið og sleikist árin eða kætist og við sjáumst við borðið eftir smá stund. Já, gera það.
Já, verið velkomin aftur að skjánum. Einvígi aldarinnar 2.0 heldur áfram. Menn eru hérna eitthvað fullvinalegir áður en að byrja, en staðan sem sagt 3-2 fyrir Leifi Þorsteinsinni. Já, hver eigast þeirri við, Björn? Hvað segir við? Hver eigast þeirri við? Það eru Leifur Þorsteinsson og Andri Steinn Hilmarsson. Og Leifur með 3-2? Já. Það óvænt. Og ef við spyrjum hérna fyrrum atvinnumannin, Hjörvar Steinn Gretarsson, hvernig þið búin að lítast á tafmennsku þeirra félaga? Já, ég bara eins og ég segi sko, ég ekki búin að tefla núna í 16 mánuði sko og en sjöttaskákinu komin á stað, takk fyrir þessu sögu Hjörvar. Hann bara algjörlega straujaði yfir þetta innlegg. Nú veitum við okkur að hann valdi mikið landsliðar og 2018. Herri, það er Englund Gambit. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta. En fyrir þá sem að koma hérna inn í seinni hálfleikinn að þá sem sagt, þetta búið að þróast þannig að báðir aðilar hafa bara telt mjög vel með hvítu og eins og þeir séu heilabilaði með svörstu, en það breyttist síðan í sem sagt síðustu skák. Það sem að Leifur vann. Hvað er að gerast? Það er tjekkanleikur, sko. Það er ekki... Nei. Er ég mættur í seti? Býtaði sinna Þorgerður Katrín mætt. ESB, já. Já. Gjör svo vel. Þá er hérna betri helmingur. Kat. Herri, allar hann í Erik Rósen tryggið? Nei, hann getur ekki lengur. Ok, sorry. Birkir Karl Sigurðsson er mættur á svæðið. Það er fóstbróður þinn og ekki síður þetta er bara fóstbræðuðinni sem er að takast á. Passar. Hvernig ertu stoltur af þeim? Sko, ég verð að viðurkenna það að Leifur hefur komið á óvart í kvöld. Já. Ég ætla ekki að dingsa hann er búinn að standa sig mjög vel og ég ætla ekki að dingsa þetta en þetta lítur vel út fyrir Leifsaran. Staðan 3-2 fyrir honum. Með hvitt. Og var svona algjörlega að jinx þetta með að segja þetta en heldum áfram. Já, en hann er búinn að koma á óvart sko. Ég held að Andri myndi strauja hann sko. Og ég myndi segja sérstaklega eftir hvernig hann lék af sér fyrstu skákinni. Þá heldum við náttúrulega allir að þetta væri búið. Varstu stoltur af honum þá? Nei, ekkert sérstaklega. En kemur óvart? Nei. Hann fór í Englund, já, þetta var áhugavert. Já, því að hann er nú ekki gambita maður, hann Leifur. Alls ekki. Og... Þetta var ekki vísveitandi. Ég held að við hljóttum átt okkur á því sko. Heldur hann hafi leikið að sér bara peðið það? Já. Nei, Andri er trickster sko, hann er alltaf að gambita. En það er alltaf sálfræðið fórskot fyrir Leifa að hafa unnið þetta með svart í síðustu skák. Já, það breytti algjörlega munstrinu sem var í gangi. Er ekki bara byrju GF fylleikur, jú, flott hjá Leif. En við erum búin að vera fullar í allt kvöld að Leifi sé að fara að brotna. Er Andri að fara að brotna ef hann vinnur ekki þessu skák? Hann gæti alveg mist hausinn ef að þessi fer illa. Þá er bara 4-2 sko. Sérstaklega því við sendum hann út úr stúdíónu með það að hann hefði klúðrað fræðilegu jafntefli sko. Já. Helvíti sögg. Ekki fyrsta fræðilega jafntefli sem hann hefur klúðrað. Hann tók þetta kottan. En þetta er ekki staða held ég sem að Svartur vill hafa. Nei, sko Andri er samt hann er skákmaður og hún líður bara óþægilega vel í þessari stöðu. Já. Leifi líður ekki sérstaklega vel held ég. Ég held að Leifi líði ekki sérstaklega vel í skákborðið bara. Nei, það var það sko. Hann engist Ok, Dónaldur Brísu, býtum við. Já, 35, þetta er... Leifur er maður sem hann elskar skák en vill helst ekki tefla. Já, hann er eins og margir skákmenn sko. Já. Já, ég tengi við þetta. En auðvitað held ég með Leif, en held samt með Andra líka. Já. Ég held með Andra. Ég ætla bara að viðurkenna það. Þetta var kunnuleg skoðun. Ég held með öll. Já, og ég held með ESB. Vilt ekki bara 5-5 og hérna Armageddon? Jú, það er það sem ég vill sko. Og það er það sem þjóðin vill sem er að horfa á þetta. Þjóðin þarf bara ekki alltaf að kjósa sko. Nei, svo er það. Biskus C4, þetta er töluvert betra hvít. Hjörvar er búin að vera hérna milli allra skáka biðjum að stóðsendingar á okkur ESB brandara. Ég er búin að vera Birkir hérna. Ég er klár, já, ég tek á móti þeim. Ég er auðvitað bara hérna sem þetta var ekki góð leikur, Riddari C6 núna. Nei. Ég held að Leifur tap þessar skák. Já. Á hverju byggir þá skoðun? Bara síðasta leik. Síðasta leik, já. Já, Riddari C6 er að koma. Já, vinni Petur Bakka, þá er Svartur með fína stöðu. Já, líka, þetta svona kemur ákveðið momentum, sko. Já. Ok, núna er Riddari C6 eiginlega vinni Petur Bakka. Hann hlýtur að leika því. Riddari C6, Drottning E7. Það er enginn að líkur. Nei. En ok, það er ekkert að hvítu stöðunni. Nei. Vinni Petur Bakka, þetta er bara jafnt tafl. Já, þetta er sálfræði, sko. Já, Svartur er samt ekki með sókn, sko. Andri, hann vill hafa svona
initiative og attack, sko. Já, þetta var kannski svolítið Ég veit ekki B6, hann svolítið svona, ok, hann vill koma biskupnum út, en Langkrókar ekki bara Leifur núna? Leifur ekki að takka. Leifur ekki að fara Ég segi stuttrókun. Hver segir langkrókun? Ég held að Leifur viti ekki að sé þetta langkrókun. Nei, hann fyrir langkrókun, held ég. Langkrókun Birkir, Hrókudél, já, ok. Næsti. Hann ætlaði að fara kóngurinn. Þetta better void. Já. Á eftir segja hann að kóngurinn hefði getað hoppað yfir. Það er bara mátt, sko. Þetta er svona ágætt leikur, ég meina, stoppa biskup B7 og hún D7. Já, Leifur að tefla svo sá sem valdið hefur. Það er bara dálítið staðan núna, sko. Nú myndi ég fara að íhuga bara að fara að flengja þessu hápeði fram fyrir hvitan, sko, eftir leik. Já, ég segi bara auðmikið lengjan ef að Andri tekur þetta maður. Já, það er ekki gott. Það er öll ungmennafélag landsins sem halda með Leif. Ég heldur betur, sko. Það eru bara 9 íþróttahús undir hérna á læti. But ok. Já. Það er drottning Jesú. Hann fær peði tilbaka núna. Ég held ég myndi frekka verið að... Meina drottning D5 kemur yttir að finna 4, strákar. Svart? Ég veit það nú ekki, kannski. Það er bara jaft, held ég. Ég verið að tefla á skunk, þá myndi ég samt kannski leika drottning D5. Þú erum að setja fyrir F4, leika þá drottning D2, leiðum bara G2, leika kongur F. Þú ert náttúrulega að teflaði skunk, sko. Ég myndi náttúrulega tefla það við þig, rittar F4. Drottning F4, Hvað er rittar H4? Þetta er H4? Ég mista því. Ég er skunkurinn. Eru strákar, þið nú bara taðið svo tík. Býtu? Ég er þetta ennþá að fyrirgefa Ingvari fyrir að velja mikið í landsliðið. Það er einastafur ég er þetta. Já, áttum okkur því. Ég er náttúrulega Valdi Dag Ragnarsson sem var ungur afmælur. Og hver er í landsliðum dag og hver ekki? Jú. Já, það var bara 10 ára plan, sko. Þvílíkur löðrungur. Já. Nei. Við elskum Dag. Já. Við elskum okkur. Gerum við það? Nei, ég er að tjóka. Við elskum Dag. Nei, þetta er... Dag Ragnarsson er ekki til umröðum sem skakmaður hér. Nei. Þetta er aðeins betur og hvít núna, sko. Þetta var ekki gott. Ég beði með þetta, sko. Þetta er ennþá betur og hvít. Já, þetta er betur og hvít, sko. Já, dripi og biskup B2 og F4. Sér hann það? Nei, biskup D5 var ekki. Ég er bara svo ánægð með líkastjáningar á Leif og hann líður vel. Er það? Er hann ekki að blöffa? Jú, mögulega, en já, ég er ánægð með hann. Já. En ég tökum ekki svart bara til að tekja F3 og biskup B7, Já. Í hraðskák. Jú. Já, held ég. Hvítur þarf að finna skjól fyrir kóngin, hann finnur það ekki, með góðu. Hann tekur F3, vel gert hjá andra, að mínum mati. En nú náttúrulega óni á C6, þannig að biskup B7 hlýtur að vera... Ég var drottning F6, svo. Já, drottning F6 er líka leikur. Ölvert betur á svart, held ég. Og riddari F5, jafnvel, mangagurinn líka. Drottning F4. Ég myndi segja... Ekki góð mangagur, hjá mér. Drottning F6 og svart eru bara betra, held ég, sko. Þetta er nefnilega, þetta snýr... Ég riddari F drottning F4, riddari G6, ég slepp. Þetta snýr... Teknistöðinni. Drottning F6, hann er góður með frumkvöð. Já. Það er algjörlega hans heimavöllur, sko. Býttu nú við, hvað gerir hvítur núna? Já, bara kongur E2 allt eins, sko. Það kemur ykkur. Já, en leikur hann kongur E2, Leifur. Ég var eftir að sjá það. Það var reynda mjög gaman. Kongur E2, biskup A6, kongur E3. En bara drottning E3. Já, það er svona mjög svona... Já, Leifstarinn. Leifstarinn, vel gert. Mér finnst nefnilega, sko, magna að mér er svona, það eru sumið þættir hjá báðum sem eru bara sumt bara mjög impressið. Svo koma aðri þættir sem er bara guðminn almáttur. Já, endataflaðan, það var alveg... Já, það var yngjandi lífið. Það var hardwatch. Já, þeir þurfa báðar að læra endatöfl. En það eru... Það er eitthvað svo getur lært, sko. Já. En sko, ok, biskup A6 á svörtum, getur ekki hrókað hvítur, er þetta ekki bara... Kongur D2C, langrögun, in your face. Eða F4. Já, kannski bara hefði geta hoppa á þann líka. Já. Leifur. Já. Ég gleymdi að hoppa á þann. Já, hrókur G1 líka. Kongur C. Já, ég meina hrókur G1 Já, hann er bara að fara í þetta. Hvað leika hann? Hann er bara kongutýtur. Já, vel gert Leifur. Ég og Leifur erum að væpa. Ég er búin að vera svolítið... Ég veit ekki hvort það sé gott fyrir þig. Það er eins og það er. Ég ætla að segja að það er gott fyrir hann, en líklega ekki gott fyrir mig. Núna er hvítur nú bara... Er ekki samt allt í lagi bara? Já, ég er að sloppin. Mér fælir að hvítan. Það er á G-línuna. Ekki bara hrókur E8. I go to the G-file, my friend. Hvað er biskupin... Þetta er annað biskupin á A6 í þessu einvíi sem er algjörlega out of the game. Já, en það sem er að fara að gerast er að kemur hrókur E8,
Riddari B4, C6. Herru, taktík. Já. Þessi er skemmtileg. Það er skemmtilegt. Fyrst bara 8 riddari C4 gaffall. Já, Leifsarinn. Leifsarinn fellur ekki það. En nú kemur C6. En tapa peði... Þetta er skemmtilega telt við andra. Er þetta vel gett til andra? Já, hann leikur C6. Svona gerði. Vá. Já, þetta er eins og segi. Mér finnst þið báðir hafa svona eiga moment, sko. Og núna C5. Ég ætla að sletta. Ég er low-key impressed, sko. Nei, riddari D. Nei, ég er bara mjög impressed. Þetta var mjög... Ég held að low-key því það, sko. Jú, bestu hvað það, sko. Ég er bara reyna árið kúlki. Ok. Já, það er greinleikt eiga börnundu ferming aldrei hérna inni. Já, með voru hérna rústaðir hérna, miðaldra. Shit, hvað ég miðaldra maður. Já, þú ert það. Já. Þú ert low-key miðaldra. Það er reyndar að hækki en... But ok. Ok, but ok. Ok, eru báð með 40 sekund eftir. Ég ætlaði að segja það. Þetta er nú svona með betri skákum bara hjá þeim. Já, mér finnst bara vel telt hjá báðum. FJP er núna reyndar leiðu í sleppárunum. Þá fellur hann eitt peði í valin. Ólur leggur. Ólur leggur. Daði. Þetta er í þriðja skipti sem Daði þarf að vinna fyrir kaupinu, sko. Já, það er margstandum standardin hér. Nei, sko, það er besti dómari landsins á svæðinu. Já, það er það, sko. Og hann þarf heldur betur að hafa fyrir. Já, Daði sagði mig fyrir mig, hann sagði, ég þarf ekki að ágjöra þessi menn kunna úlega leiki og svona. Ég bara, það er pínu landsamstók í þessu hjólinu. Sko, ég er með counterinn, það er komið þrý. Já. Ekki, sko. Við tökum því. Herru, línan, yfir undir 4,5. Já, nú væri gaman að vera lengi með lefnspilum aður. Já. Nei, við fáum fleiri held ég. Yfir 4,5? Já, ég held það. En það sko fer allt í grautjöðum þegar þið lendir tímaraki, sko. Já. Það er alveg, En við sáum það að Andri fekk mínútur núna. Andri fekk mínútur, það er major faktor. Og núna kemur H5 og þetta er bú. Nei, má ekki, Rókur E8. Já, H5 er áleikur, herrastórmestari. Shit, Rikkaður, wow. Mér líður svo vel það hér að blöndira það. Já, það er gaman, eins og ég get eitthvað líka, sko. Já. Frákvæmt D6. Já, loka búðinni. Ég loka búðinni. Nei, dobla hrókana. Svo góður. F5. Býtu F5. Ha? F5. Hjörvar. Já, ok, þetta er svona alltaf. En F5 hefði nú verið betri. Já. Hann hörvar eins og örvar. Og Hjörvar. Brum. Ok. Lagsnes. Hjörvar er að lappa út. Býtu. Já, þetta er bara komið gott. Þetta er komið gott enna í kvöld, sko. Það er ekki að tefla í 80 mánuði út. Þetta er samt orðin skák, sko. Já. Allt var Leifur bara aggressífur. Já, time is ticking Leifur, sko. Herri, tíminn er komið aftur niður hjá Andra. Já, þá stutt í heila blóðfall. Sagði embætti Landsamfatt, heila blóðfall. Heila blóðfallara. Býtu. Ok, drepið. Ok, but ok. Já. Drepur, þannig að ok, fyllleikur. Leifur aðeins að missa þráðinn, getur verið að tapa full mikið af peðum núna. Nú er hann að missa þessin, ég sé það á hann. Það bera enga virðingu verið peðum. Þetta er full mikið af peðum núna. Ég hitti þennan mann 3 í viku og hann er að missa hausinn, ég sé það. Ég sé það, strákar. Þetta er honni. Nei. Hann leikur svo, þetta er svo, hann leikur svo öðru, hann sér ekki bestur frá hálf. Nei. Hann sá ekki bestur. Herri, þú er að back in the game. Er þetta refsíu? Nei, Aron í hálftröðan þá. Hann sér það ekkert. Takk að sér sem hann sjá ekki. Hann er aldrei að fara að sjá það. Ætlaði að drepa hann. Hvað er að gera sér? Hvernig? Mát! Nei, ekki mát. Akkur tók hann ekki F7 fyrst? Þið byrjuðu sem skákpodcast. Akkur tók hann ekki F7 fyrst? Hann er bara komið liðið yfir. Nú eru komin í full panic mode. Og eru komin aftur endarflega. Eru komin í full panic mode, sko. Ok. Þeir líka byrja bara að drepa. Bara allt. Allt er heiðið, sko. En Andri er 2 PM yfir. Já, spáðum maður sér, þessi peð á Kongsvang eiga að vinna skákina fyrir svartan, ef þeir kunna tefla. Er það? Já, en svo er það. Kunna er að tefla. Það er ekki endur töfl. Ég var svona leið og hérna sagði, það? Nei, þetta er alltaf sama þemað. Þeir halda að þeir vinni eða skáka oftar. Já. Það er alltaf sama þemað. Ok, nú fyrir peðarstað H5. Svörtu peðin hlaupar hraðar. Þetta er bara... Einast þegar ég sagði leið fyrir þeim við.
lærðu endatöfl. Lærðu aðeins yfir svona stöður, nákvæmlega svona stöður. Og hann hefur tekið það alveg eins og þeirri staðið að maður er alltaf með betri tíma á klukkunni. Betri tíma, tilbúin í Kongsbrað, check. Er það mát? Það mát? Það mát að G4, sá það ekki? Jú, það er að koma. Það er að koma. Biskup G8 einleikur. Biskup G8 einleikurinn. Það er einileikurinn. Biskup G8? Shit. Já, og tekur... Mát. Veg sé mát. Æ. 3-3! Reykt. Lengi Reykt. Þetta er 3-3 strákar. Riggedy rigg. Þetta er allt eitthvað handriti. Wow! Hvað ætti ég að segja núna? Hvað var næst? Wow! Við þurfum að kötta þetta út úr útsendingunni. Ertu vissum að það sé bara þetta? Jæja. Þetta er samt æsir spennandi. Wow! 3-3! Nei, 3-3 sko. þetta er samt miklu skemmtilegra því að, þú veist, maður hefði bara vita að Svarti var að vera að vinna þetta milli Hjörvars og eitthvað sannast. Þarna veit maður ekkert. Það er bara ekki neitt. En maður fekk ekki handritið, þá veit maður ekki neitt. Það er bara 3 með handritið. Strákar. Sko, sá sem vinnur þessa skák, hann fær að mæta til okkar aftur en eftir. 7. skákinn, Já, handriti, Leifur. Wow. Wow. Ok, sjáum til. Sjáum til, Nú fær Andri hvítt. Já, reyndar. Það lítur sem að vinna með. Mig grunaði þetta er maður stillis. Það er komið 2 svartir rauðir, strákar. Já. Áttum okkur á því. Þeir eru sennilega lipinir. Bara, nú er þetta búið snúð við. Þeir eru bara svona, ég er með kvitt. 3-3, þetta lítur út fyrir að veistla. Herri, þeir hljóttur nú að vera búin að snúa sig við og klára í bátana eða hvað? Já. 3-3, þetta er alvöru. Já, þetta er geðveikt. Hvað gerir það jafnt? Það er Armageddon. Bara beint? Já, beint er Armageddon. Nei, við ætlum að vera í alla nótt. Já, ég vil það. Takk hérna 4 skáka bráðabana. Og live-stöðlinn fyrir alveg á andra Armageddon, því að Leifur bara... Já, semast, ef það er jafnt, þá er kappskák. Teflugur kappskák, 2:40 Nei, sko 3-3, ég var búinn að, ef að Leifur hefði nessa skák, þá held ég hann hefði bara klárað þetta bara í. Já. Þetta var sterkt hjá Andra. Já, og þetta var, Leifurinn sá verið, mér sýndi svona bregða þegar hann var mátaður, sem er ágæðn. Þetta er ekki fyrsta skipti, sko. Nei. Það er búið að gerast áður að þeir átta sig á því að... En að finna ef hann hefði þessari stöðu, þannig að leiki Biskup G8 og dreipið sem biskupurinn Gessers, þá hóttar hann máti, hefði ruglun. Já, og onni á háfum, sko. Já, onni á háfum, það er allt í steik. Þá hvíti bara með betra, sko. Já. Wow. Þetta er stutt á milli. Já, og þetta er að... Rigged. Þetta er að fara nákvæmlega sem ég vildi. Ég átti að segja þetta í handritinu. Wow. That's my line, man. That's my line. Herra, Andri er með hvitt núna. D4, D5. Herðu, Andri... Skák nummer 7. Sástu þetta stórmeistara hérna. Hann fyrir... Hvað var allt í preppið mitt? Lítur upp? Nei, þetta er bara eins og sjónastátturinn. Queen's Gambit. Stórmeistarar horfðu upp til hægri, hann horfði niður til vinstri. Þannig að þá veistu að... Maður alltaf horfðu upp svona... Upp til hægri, annars er þetta þykja. Já, hann var að doing it for the show, sko. Þarna var það að gera Já, Leifstæri fæsir Síkó. Þetta er BT7, það er bara semislæfi hérna, svolítið passífur kannski. Sko, mér finnst reyndar öll svona líkamstjáning Leifs vera ekki í það átt að hann hafi verið að leika sér í mátaðan. Nei, sammála, hann er Hann er eins og hann sé bara algjörlega með þetta núna, sko. Ef ég líti á hann, þá myndi ég halda að hann væri svona 5-1 yfir. Þetta er pínu land svona, þetta er 5. lyfjaprófið og búið að sleppa í 4. Ég er búin að læra svona 800 test, sko. Ef einhver leikur A6, þá leikur alltaf A4 til að koma við fyrir B5, þótt að sé engin hótun. Það er rétt. Ég held að sé að hugsa um að leika A5 til að negla það niður. Nei, ok. En við döðum nú ekki bara, já. Það þýr ekkert að vera að greina þetta í svona fyrstu 12 leikina. En nú spyr ég ykkur strákara því að sá sem er að leiða einvíð kemur í viðtalina þegar þessi skák er búinn. Hver verður það? Leifur? Leifur tekur um svart? Já. Heldur það? Nei, ég held ekki bara vona það. Ég sé ekki hvernig Andri tapar þessu. Ég held að handriti fara allt í fokka þetta er jafntefli og við vitum ekki hvað það er að tala við, sko. Það þurfa að fara að vera með okkar eini brandara. Erum við ekki að fara að fá neitt jafntefli hérna? Það er engin jafntefli komið. Nei, ég getum alveg sagt þetta. Þið var einhver búinn að tilkynna þeim að skák getur endað sem jafntefli. Hvað veitum við það? Sko, Andri er þægilega núna. Held ég. Já, ég er drottning 2 og slæll. Get sagt ykkur það er 1 jafntefli í handritinu.
Ok. Bara fínt að vita. Það gott að vita. Það vil ekki láta koma sér svona óvart. Nei. Það tekur að sé fyrir núna. 10 leikjum að seint. Ekki fyrst geti. Nei. Eins og sagði við einhver, láttu að heyra það. Láttu að heyra það, sko. Ég gaf þér skotleifi. Það rétt. Ég held að þeir hefðu gefið skotleik. Gast þú það bara? Já. Vá. Byrju það? Vá. Herru, ég bara byrst afsökunarstrákar. Strákar, sorry. Ég held að þið hefðu viljað þetta. Já, Leifur var til þetta líka. Já, ok. Andri líka, hann er... Já, hann tók ekki til. Já, nei. Hann var að unfrenda mig á Facebook. Unfrenda mig á Facebook. Shit. Já, ég held að Leifur sé nokkuð sátti við þessa stöðu. Já, hann náði samt ekki að stoppa. Okkur byggir það? Hann náði samt ekki að stoppa B5. Ég byggja á líkastjáninguna og hann hvítur ekki með neitt. Hann reyndi að stoppa B5, hann náði ekki að stoppa B5. Smá skellur. Það er bara... C5. Þeir hata B. Hann hefði nú kannski mátt skjótinn B4. En núna fórnaði hann B5-biðinu bara. Nei, hann fórnaði ekki, sko. Hann skotinn. Byrju, drepa á B5. En hann sér það ekki. Maður sér það alltaf. Hæ? Það gefur biskupaparið. Þetta var ekki góður. Biskupinn á D þegar hann er geðveikur. Riddari til B4. Stöðuleg miðstök. Ef hann drepa með biskup. Já. Hvað þá? En að gera bara... Nei, hann gerði það ekki. Tekur parið, vel gert. Og já, leikur eins og Seris. Riddari F6 núna. Nei, það má ekki. Hann leikur Hróku C8. Já, Hróku C8. Gott til leikir. Það kemur leið. Já. Ég þekki minn Leif. Þú þekki Leif? Hvort það sé gott fyrir mér sem stórmeistara. Nei, það er ekki frábært. Fyrirröndi. Fyrirröndi stórmeistari. Óvirkur stórmeistari. Ekki fyrirröndi stórmeistari, nei. Þú verður alltaf stórmeistari. Takk, Bjössi. Takk, Bjössi. Þetta er það sem ég þurfti. Shit. Það er ég farin. Já, nú geng ég hérna út. Herri, betri tími á Leif. Ég stemdi þess að spá. Bókaði sigurinn eða? Sko, ég ætla að segja það að þetta sé vendipunktur í einvíðinu. Sá sem vinnur þessa skák, hann er í helviti góðum málum. Sko. Á hverju þetta byggja það? Þetta sé síðasta skákina? Já, og svo líka ef að Leifur tekur þetta með svart, þá er hann í... Já, þá er hann 2 hvít eftir og... Mér var svolítið hörð spá hérna á þegar mér sögðu bara svo sem vinnur fyrst í skákina, hann vinnur bara, já. Já, því að menn held að annarkur aðlega myndi missa hausinn, sko. Lestu handrit. Lestu. Lítið goddamn skrif. Hrókur... Bettaði þú ekki eins og handritið. Bara ha? Birgir bara símtar lengi. Ég elska ég. Þessi Andri, hann vann bara hérna. Kompakt. Elska ég er að fara að vera í yfirheysla á morgun. Já, hvað finnst þú? Það mæti vinna. Hrókur D1. Já. Þetta er ekki staða sem Andri vill vera með, sko. Nei, hann hörvar. Biskup E4, fólkið vill. Biskup E4. Hann rókar náttúrulega, Ólafur. Já, hann lítur á. Róni á B5, hann lítur að taka eftir... Nei. Ok. But ok. Sko, Leifur er reyndar með búin að vera svolítið oft í einvíðinu með svona 26 líkamstjáningu. Og hann er með það hana í dag, eða núna, sko. Já, hann gæti að vera lítið eftir á klukkunni þá. Já, brottan hann, gjörsamlega, sko. Ég skal bara viðkynna það, ég stenglindi að vera onni A4, sko. Við getum líka reynd þessi bara A4 líka, sko. Það var þetta bara mjög góð leikur, þetta var bara mjög góð leikur. Bara dronning Esju núna og... Biskupinn voru mjög asnalegur hann á síðinum. Dronning Esju hróka og svartur betra. Það er að ræða það. Er ekki bara dronning B6? Biskup D2, hvað er að gera? Make a move, bitch. Þín orð ekki mín, ég hugsaði þetta. Dronning Esju stutt og hvað? Biskup D2, það sé eitthvað svona... Biskup B4. Bóða skeri. Og hvað? En akkur í dag? Nei, ég glindi mér, sorry. Ég vil bara bíf hérna. Já, það er heilt þjóða eftir. Stærsta þjóðin, sko. Hætti þessu, maður. Þetta var ekkert svo slæmt. Nei, það er ekki hvað að tala um. No. Hver dronning finnur 6? Herru, kemur ekki bara... Riddari... Oh my god. Riddari D4 núna. Ég er að fara á klósiti.
Já, herru, staðan er í fullu gangi hérna. Björn gengur hérna út. Já, hann er farinn. Herru, það Biskup D2 er áhugaður leikur. Hann ætlar að setja Biskup á C3. Byrju, drottning... Gerir það vantarlega eftir okkurna. Það var hún í B2, hann þorði ekki það. Nei, þorði ekki það. Kanski líklega skynsalegt. Það er ekkert með að segja, en það getur nú farið skrúuna ansið hratt eftir... Kemur riddari F5. Nei, riddari F5 drottning getur mátt. Nei, hann sér það. Getur þú samt rosalega mikil veking. Býtu, er þetta ekki bara búið drottning eitthvað? Býtu, Tent. Drottning G4 tjaldi, strákar. Leifur! Kongur G2. Drottning G4 tjaldi. G5. Leifur. Það er okkur G. Ok. But ok. Þessi dugar alveg til, sko. Kongur G2. Kongur G2 núna, já. Það er ekki að kóla. Nei, riddari D4. Riddari D4 og svo F3 bara. Já, hvað? Já, það. Guð mig góður. Það er samt peðið. Kaldir rennur ljúft niður, það er auðvitað. Hann er peðið, strákar. Sko. Já, riddar. Hann er K3, ok, but ok. Nú er bara allt í einu kvítu komið með bara fína stöðu. F3. Já, drottning F3. Nei, F3, já. Já, áttum okkur að level, Ólafur. Leifur er hérna, hann þyrfti að fá smá sóknar-gen frá Andra. Já. Andri hefði nellt drottning G4. Drottning G4 meira testing, sko. Heldur bara skálinni. Já. G2, fram með peðin, hróku D4, drottning C6. Já, ok. Þetta er nú... Já, vel til. Nei, byrju, er ekki E5 og svo drepið á... E5 drepið á E4, hann sér það á þessar lífstíð. E5? Nei, hann sér það, hann sér það. Nei, það er G4. Og hann er að fara að drepa... Riddari F5. G4, strákum mér, G4. Rétt á stórmestarum. Það er óni hangi riddaraskák á E7 líka. Nei, nú kemur riddari F5 og... Byrju, þetta er trikki. Núna hóttar hann G4. Hangi riddaraskák, sko. Drapa hann á E4. Hvað mennur? Hann draf með biskup E4 og þá kemur G4, já, hann er að missa því. En sér Andri það? Nei, Andri er bara fuck! Sæmilega taktikinn. Riddari E7 líka. Hann getur skakk á E7, sko. Ég verði samt að segja, þetta er impressive taktik hjá Leif, þótt að G4 sé að fara eðilega alltaf. Ángrín, hugmyndin sem klík. Gefum hann það. Þetta er flott hjá þau, sko. Þú veist að það gengur aðeins, finnur G4! Þetta var svo mikið svona glazing rose líka, sko. Það er bara rosalega flott, það er bara, Leifur, sást að það tekið... Ég var búin að banna þessi rós í þessar útsendingu. Það er þú stundur svona rós heima þig. Já. Það var rosalega flott þér, Það er mjög flott. Herru, hann sá þetta. Andri sá þetta. Funna fjórir, já. Hann fann leikskólaplats Leif. Andri að taka fórhundsson hérna, vinnur líklega mann, ekkert líklega, vinnur mann. Já, og allir fá leikskólapláss 12 mánaða aldurinn. Nema Hjörvar sem er búin að afþakka það. Ég er bara með 5 ára barni með mér, sko. Þú afþakka það. Áttum okkur því að hann geti líka, sko, oft koma blöndurar svona í hollum. Kippum. Kippum. Hann geti tapa, sko, kallinum og svo... Nei, ég get lofað því Andri er núna að reyna að finna aggressívar leik en drefa biskup D2 eða eitthvað. Nei. Það er ok, drepið solid. Solid. Þetta er kól. Þetta er kólinni, já. Vá, 400 þá maður. Já. G6 biskup D2 er frekar næsti leikur, sko. Núna er Leifur ekki með 26 líkanstjáningu. Nei, samanlega því. Þetta er svona sett. Það þarf að finna, hann leikur... Taktu 2 í burtu og þá erum við að tala saman. Ég elskar líka að þeir hata kallana sína. Ég heitar ég 7 bara. Já. Ég var búin að kalla... Ég glemdi mér þessi sjálfur. En ég sagði oft. Blöndarinn koma í hólum. Já. Bunkum. Kippum. Og svo er... Já, eitthvað. Já, þú veist, allt þetta. Þeir eru saman. Ég ætla að vera að grípa Andra. Hann sagði ekkert að þessum orðum að hann. Ég sagði hólum. Það var ekki... Þú leiðir til mér að kippum. Já, ok. Já. Það skoða endursýningun eftir. Ertu viss? Herru, þetta er allt bara í skrúuna hjá Leif. Já, hann er komin hrókjöndir hérna. Erfiðleika stigið á klúra þessu er töluvert fyrir Andra hérna. En ekki útilokað. Þetta er samt, sko, þeir breytast í svo mikið Cookie Monster. Þeir byrja alltaf að taka öll peðin, sko. Þá byrjar þetta að vera... Cookie Monster. Hrókur F5. Já, Hrókur F5 var... H3. On the spot. H3 er rosalega svona varkárleikur. Ég hef með önnur orði í huga. Þú veist að það vantar lögreglumenn í landinu þegar þetta... Politically incorrect, sem ég segja. Hrókur F5. Já, Hrókur F5 og... Þetta er bara búið. Andri er líka, hann vinnur þessa stöður held ég alltaf. Já, Leifur er ekki... Þetta er rosalega jinxin þetta, sko, en ég held að það sé samt 30 ár. Maður er ekki með... Er ekki spólunum leik núna eftir svona 23 ára?
Andri er að fara að missa svona 20 atkvæði í Kópavogi ef hann vinnur þetta ekki. Þessu stöðu. Bara 20? Ja, 30. Já, líklega 30. Ég hef einhverja tilfengu að getur þið bara áfram sem bara að koma einhver stöðu, sko. Nei, það kemur hrókur FM, reyndar ekki 3. Ja, sko, nú er Herðu, nú það leik, Andri minn, sko. Já, þetta er óþægilega lítið að þau ok, hvað er að gera? Hann drepur þetta, safety. Nei, býttu pappa, er þetta það safe? Nei, og svo A3, það var óþægilegt. Leifur, hugsaðu maður! Leiktu H3, já. TV. Það gerir ekki neitt. A3! Vá, hvað eru vitli sem er? Já, þeir eru betri við. Ok, já, það er alltaf hún í F-inu. Já, þetta er steinbúið. Ég ætla að skrifa. Nei, ég held samt að þeir eru teflað þetta áfram, sko. Pappa, hann mun leika sér penu og við erum að fara að horfa á biskup og hrók. Nei, ég trúi sér. Nei. Eru að fara... Ég ætla alltaf að taka. Taka? Varst alltaf í Norrlöf, sko? Bara, mættir við EF-rum? Ég held reyndar að mállýskur er eitthvað sem ætti bara að forðast ekki að kynna. Too easy. Herru, hann gaf þetta. Andri. Gaf hann þetta? Nei, Andri vann. 4-3 fyrir Andra og Andri á leiðinni setti. Það verður gaman að tala við hann. Staðan er 4-3. 7 skák í búinn. Hann er búinn að vinna 2 í röð eftir hlið. Já. Kom tilbúin eftir hlið. Hvað gerði hann í hliðinu? Já, hann mætti að spjalla við okkur og... Já. Fekk sér döðlu. Já, fekk sér döðlu, fekk sér kalda. Fyrst þessi döðlu er góðar. Já. Það eru bara alla góðar. Við erum náttúrulega hérna í bóði kalda David Jones, Lengjunar og Arena Bites. Áttum okkur því. Og Andri Steinn er að labba hennin. Það er bara bringan úti. Þetta er maður með... Það fyllist stúdíóið af orku, sjálfstrausti. Bara reyfi á. Komið með þetta, helvítið stömmingaður ykkar. Jæja, Andri. Við vorum hérna í hliði, Leifur með kassan úti yfir og það eru 2 skákir í röð sem að þú ert búin að jarðan. Já, seinni hálfleikur byrja sterkt. Ég er ánægður. En þið eru búin að, getum við ekki sagt það, seinni hálfleikurinn er búin að vera betur telt. Jú, þessi hérna, þið eru búin að fá meira Englundskák var mjög mentuð á kálum, sko. Ætlar að trykka hann eitthvað þannig Englund? Kanntu eitthvað fyrir þér í því? Nei, ég get ekki sagt það, en Vissur þetta hétt Englund? Nei, bara hvað er þetta að tala við þetta mann? Ég sá vídeo hjá Erik Róser, sko, sem að Dronning Svétmann. Vigni kom bara, Yngvar, Englund Gambit. Hann er greinlega búin að undirbúa sig vel fyrir því. En það verðist hentaðir að tefla Gambita og svona svolítið aktíft. Já, ég tefli það nú aðalega. Ég er í þessu fyrir skemmturina. Og ég hef reyndar sagt við Leifi upp af því. Þannig að höfum gaman að þessu, ég sagði, já, það er eins og góðum að þessu, mér finnst ekki gaman að tefla, mér finnst gaman að vinna. Það er þessuna sem á svona stressaði fyrir mattsinn. Gott líka og hlustaði ráðið, bara tefla hvast. Já, við skilja milli þegar kom svona... Við erum búin að vera að grínast með það frumkvæði stöðuna að Leifur hlustar ekki á nein ráð sem hann hefur fengið en þú verðist svona það er kannski líka ágætt fyrir kjósendur í Kópavogi að þú hlustar. Já, algjörlega. Vá, stóðsending maður. Ég ánæði með wingmannin hérna í settinu. Þetta var eitthvað rosalega stóðsending. Takk fyrir það, Björn. En hvernig líst þér á þetta? Heldur að þú sést búin að brjóta núna niður eða? Ég ætla ekki að hafa of stór orð. Leifur er búinn að tefla alveg feikilega vel allan með mína getu og það er mjög intens að sitja þarna einhvern veginn í 10 skákar rimmu, margir búinir að senda þér vita hver ég er heima og eru með peningin undir að mér og allt þetta, þannig að það er mikið undir. Þannig að maður finnur alveg spennuna í teflborðið. Það eru 7 að horfa líka og þetta er ekkert grín. Þetta er alveg pressa. Næsta skák er líkiskák, Leifur er með hvítt og hefur svona Við ætlum ekki að... Þú varst búin að vera vandrað þanglega í síðustu skák með svart, þannig að... Já, það er kannski eitthvað að breytast. Já, en við ætlum ekki að stressa það mikið en síðustu tölu voru að það voru yfir 200 manns að horfa á. Já, ok. Fyrir utan þessa 7 í salnum. Þannig, skákin er í sókn og Kópavogur er heimavöllur skákarinnar. Þetta eru góð lokaorð, gangiði vel í lokakaflanum. Já, takk fyrir það. Já, það styttist í lokakaflan 4-3 fyrir Andra í spennandi einví. Heldur betur. Skemmtilegu. Ég var að taka 1-2 mínútur frá og
eða ekki? Jú, það er smá pása og svo komum við 8. Aftur að skjánum hérna í einvígi aldarinnar 2.0 sem hérna í Arena í Kópavogi í boði kalda lengjunar Bites og Döðlu fyrirtækisins Dave & Jones. Ég fekk smá málhelti. Þú búin að borða svolítið mikið af döðlum. Já, komin í 9. Það hérna sér veðbanki í gangi. Sko. Hvenær koma niður? Það hlýtur eitthvað að fara að gerast bráðum. En við erum hérna að fylgjast með einvígi þeirra fóstbræðra Leifur Þorsteinsson Þetta var fallengur bara halda áfram. Ég var að búa til ykkur aðra setningu. Það var ekki blaðamaður? Jú, já, einmitt. Með lyklaborð, ekki mikrofón. Herðu, við köllum þetta blaðamaður. Leifs Þorsteinssonar og Andra Steinn Silmarssonar. Þetta er búið að vera verulega sveiflukent. Leifur kom hérna í hálfleik 3-2, kassin úti, var með vikið sjálfstraust. Hann er búin að tapa 2 í röð og þetta er orðið svart. Já, þetta lítur ekkert sérstaklega vel út. Þú þekkir Leif vel. Hefur ágjörð? Herru, D4 mættur á borðið. Heldur þú að Leifur komið tilbaka? Ég er þetta er skákin. Herru, Marshall? Nei, þú ert að taka á D4, þetta er ekki meina að vita, sko. Þetta tekja á D5 E4. Þetta er alltaf bara common knowledge. Hérna, já, menn eru bara búin að vera stundu svolítið grimmið við á félaga. En ég fekk þar upplýsingar þegar við beðum að vera harðir, en svo voru að áttöku því að það var ekkert þeir, það voru Birgir sem baði það. Þannig að það gæti verið að þeir munu hugsa okkur þegjandi þörfina þeir hlusta á þetta eftir. Ég ætla að reyndar að andra til varnar, að þá leggst þú einu sinni Ritter Refsins í öðru leik. Allt þú kjafti, ekki tala mér niður. Hann hristi hausinn svo harkalega. Já, ég veit það. Og svo disgusted. Já, ég skammaðist mín. Já, ok. Þetta var ræðilega. Hann misti algjörlega. Hann misti alltaf á þessu skámannu. Já, hann hafði nú ekki mikið fyrir. Þarna fór það alveg. En allavega. Þetta er nú staða sem henda leið. Já, hann er að horfa upp í loftin, Nakamura-stæl. Til hægri? Já. Hjórar? Já, þetta er magna. Þetta er magna. En Andri er ekki að komast í einhvern gambit-stuð hérna alveg í bráð. Nei, þetta hendar Leif brákillega. Það var vandamáli og andra. Það tefnilega allt öðru sem er svart en hvít, sko. Hann þurfti að læra eitthvað að gambitað með hvítu. Nei, með svörtu minna ég, já. Svörtu kall. Já, hann er bara tefnið eitthvað svona Budapest eða Kongsindur eða eitthvað svona. Já.
aktivitet. En eina skák sem hann vann, hvað var það? England Gambit. Jú, það er Takk rétt. fyrir. Það passar. Það er rétt. Það er rétt. Það veit ennþá enginn hvað það er. Nei. Þetta bara svona þriði algengast að byrja þetta D4 á netinu í svona milljarða Legion database. All news to me. Já, news to me. Já. Mér vinsal skungabyrjun, áttu að góða því. Já. Og við erum að lýsa skungaskákun hana, það er bara vel við hæfi. Þetta er nú svona háklassa Já, þetta undirbúðastaka fyrir svona útsendingar að sjá hvað skungan að gera, sko. Já, það er England Gambit, very popular. Já, þetta er tóldið skákin fyrir Leif núna. Já, ef hann tapar þessari þá er þetta búið. Já, þá er þetta eiginlega búið, sko. Ekki glemma því, þetta er auðvitað mikilvægasta skák sem Leifur hefur telt, sko. Já, líklega hefni. Já. Það er sennilega Nei, þetta bara fullir það. Það er sennilega ekki gott að heyra þetta fyrir það sem hefði Óli. Við erum búin að tala hérna alltaf, hann sé stressaður en Andri. Var hann aldrei í svona skólasitt sem að gata eitthvað og vann? Nei, hann var nefnilega í Smáraskóla, hann var ekki í Vondaskólanum, Salskóla. Já, Lindaskóla. Lindaskóla? Já, næstu berfi. Já. Það er Lindaskóla, Leifur? Já, nei, Andri. Andri, já. Já, Leifur er Vesturbæðaróttar, sko. Já, hann er Melaskólaróttar. Já. Andri er svona kaffihúsaskákmaður. Leifur hann er með smjörþefin af svona skákskólanum í gamla daga. Svona var fljótur að finna aðra heillur í lífinu. Já. Vonandi er skólastjóri skákskólans ekki hlust á það. Já, hann var ekki skólastjóri þá. Nei, það er rétt. Nei, þetta hefur gefist vel að leika ekki af sér í 2 mínútur, þá fann maður 2 mínútur í auka tíma, sko. En það er ótrúlegt hvað er gott að leika ekki af sér í skák. Já, það er nefnilega heldur gott. Það er lúmst, sko. Það er gott að þú lærðir eitthvað í kvöld. En má ég segja með tímanótkun núna hjá Andra að þá er hann orðinn stressaður? Ja, sko, þetta er allan að staða sem hentar honum ekki með hvað við séum til þessi kvöld. Nei, líka bara... Það er bara alltaf, alveg saman staðan hér, sattur ykkur A6 og kemur bara A4. Það stoppa ekki neitt. Já. Þetta, menn sjá eitthvað lengra. Þetta er eitthvað dýft. Þetta er 70 skák sem þeir eru í. Veikja hérna B4, þetta er bara yngri ástæðu. Ég held að veikingar séu ekki. Nei. Nei, þú varst ekki að bæla því. It's not a factor. Nei, ég held að þetta er mjög rétt að tefla þetta á svartan. Já, og við sáum sko, það var nú ein skák sem að Andri tapaði mjög illa. Það var einmitt svipað það sem hann hafði ekki. Getur hann ekki leikir hann bara tekið á C6, tekið á E7, tekið á E4. Og dróðan C2 og C5. Og svartastaðan er í heimrum. Plantar einhver út í D6. Já, þetta lítur ekki vel út. Þetta er... Nei, Andri ánægði núna, sko. Já, ég held að þetta hendi Leif alveg ágætlega, sko. Já. Ok, not necessarily, but ok. Hann drepur á C6 og drepur á E4. Það lítur að vera hann og gráður. Koma svo. Tekum með drottningu, ok. Ég held að þetta reyndar Leifur, þetta er stað fyrir hann, sko. Já. Sýnist það, sko. Ég vil sjá tekið á C6. Hann tekur E4, lítur að byrja því hann reyndar. Já, ok, hann getur náttúrulega víksla veikjarunni að skiptir ekki allir máli, tekur á C6 fyrst, já. Takt á E4, þarna. Já. Það reyndar, er ekki bara samt drottning C2, hóta peðinu og C5 og svo plantar einhver á D6, þetta er mjög góð staða. Þetta er mjög góð staða. Já. Þetta er líka leikir bara drottning D4. F5 samt. Drottningin á E5 kannski, þetta ekki. Og C5, það veit ekki. Allavega, þetta er mjög góð staða á hvítan. Þetta er góð staða. Vandamál Svartir kannski passífur hvítrættabiskup eða hvað? Hann leikur drottning C2, hann er svolítið... Svolítið fyrir það. Vel gert. Finnur 5. Sér hann C5. Bara... Já. Talandi að lesa handritið, sko. Já. Þetta er brusið tammeska. Hann á skilað að vinna þetta. 5. Já. Ok. Og nú bara planta ykkur á þessu. Þessum er alveg örugt að hann er ekki að fara að vinna þetta. Wow. Þetta er Rókudér. B4. Reyndar. A5 hefur reyndar verið mjög góður. Já. Pinnar hann alveg niður. Kannski... 2 veikleikar kvitturreitum. Já, hann er samt með tölur betra en það. Ég meina B4. Já. Ok, ég meina A5 getur við svolítið með B4 núna. Já, akkurat. Hann kemur biskunum á D5 mögulega.
Þetta er mjög góð stað á Leifur. Hann Leifur að fara að vinna þetta. Já, fáið 4-4. Wow. Það var samt óþara leifunni biskup Hefur bara engin trú á jinxinu eða? Já, en samt. Ég ætla bara að skrá sigur á leifnum. Nei, samt. Biskup B6, Hrókur D1, Biskup D5, B5. Já. Ég er rætt. Það er kvikn undir mér. Já. Þetta er alltaf komið aftur. En ég sjá það líka að Leifur er langt á undan klukkunni. Já. En sko þetta er bara búið að vera algjörlega allan tíman staða sem hentar ekki andra. Engin sókn, engin counter, erfitt að vinna plön. Ég sé alveg hverju Birkir fekk Hjörvar hérna í lýsinguna. Hann er að kveikja í skákneistanum. Já. Hann kemur næsta inn í. Sko. Já, ég held það. Það er bara þannig. Já. Það er stefna. Ég þarf að selja húsið eða leiðvinnur. Sko sé fjórið. Nei, þetta má ekki. Nú geti Leifur Andri fara að finna. Var þetta ekki algjör óþarfið það? Jó, algjör. Það er fínt að hafa hann biskup bara onni í A6 bara. Hrókurinn er bundinn og... Ekki skipta upp, þjótt með meira pláss. Já, og lág ekki á þessu. Það er þetta svolítið góð regla. Herri, þú er með skrifblokkarna. Hjörvar er búin að vera spitting knowledge hérna. Já, rétt. Þetta er bara kalma. Hvað er Kongur Háátta. Kongur Háátta er þetta mentaður? Súpermentaður. Vel gert, Leifur. Núna vil ég sjá biskup F1 í kjölfarið. Já, það er mjög mentallegur. Núna kemur okkur til á það. Já. Tilbaka. Hann má það samt ekki á dreipi. Já, það tekið á D8 að vinna preð. Nei. Andri ætlar að fara Nei, biskup F1 núna. Já, en hann er búin að vera alla skákina að reyna að finna leið til að fara að máta hann og nú er það komin. Ég held að Hrókur F6. Það er bara svo getið vídeo, það er bara stampinni var hættur. Biskup F1, þetta er bara búið. Það er algjörlega búið. Hann leikur ekki biskup F1. Biskup F1 búið? Veistu það hvað er þetta að horfa á? Ég er að horfa á leik. Biskup F1 sko búið? Ég verði þetta mjög impressed ef að leikur biskup F1. Ég tel engar líkur. Ég er ekki mátar að biskup F1. Það er ekki möguleik að leika biskup F1. En ég verði mjög impressed. Nei, kottu. Nei, ég ætla að vera að mynda þetta. Við leika B5, er ekki núna onni á C5? Fuck. Birkir er ekki... Ég er ekki ánægð með þennan leik. Nei, ég skilði vel. Þetta var ekki gott. C5. Við erum í vesen. Hvað varst að gera? Hann sér það ekki. Menn er í vesinni. Jú. Nei, akkur... Herru, tic-tac. Lippur er í vesinni. Andri Steinn er Cookie Monster. Sko, nei, við erum búin að sjá það svo oft. Ef við sjá ekki leikinn, þá... Hann er að hugsa mjög galt af Ef hann kemur ekki strax. Ég vil segja það. Já. Takk. En ok. Það getur samt ennþá gert það. Já, kannski skiptir hann upp á A1 og fattar það svo. Ok. Ok, hann lítur að fatta það núna. Þá kan ég nátt. Hvað ég gera? Cookie, I like a cookie. Cookie Monster, I like a cookie. Já. Nei, ég held að hann var að drepa. Nei, hann drepur og hann drepur á B5 og ekki hrókur á. Já, þetta var, leiðum við bara svona hjúk. Sáu þetta? Úff. Nú hóttar hrókur á 8. Gæti ekki líka hrókur á? Nei, ok. Jú, hann gæti líka hrókur á 8. Tekið ég aðfatt á trónum B5. Ég fylg unni með þessu ship-heiðin. Sko, Andri Steinn er bara með eitt plan. Hrókur ekki, ég seg. Hann ætlar að máta. Og bát. Hann ætlar að máta hann. Nú er hann farað að vera að máta þér. A8. Nei, ekki alveg. Það er gott að vera með plan. En bara hrókur séð. Það er gott. Já, ok, það er nú ekkert séð það. Mjög. Hrókur séð 6. Vannmetið. Það er rétt að komast áfram með því. Það leikur því samt, hrókur séð. Það meina svona eins og samfélkingaplan. Bákæði, akkur er svona lengi að koma með hann. Já. Það er... sounds like a you problem. Það er ekkert eitthvað mátaka skák og drottning E8. Ég er náttúrulega lag handritinu, ég sagði að það var eitt allir. Það er þessi. Er það? Já, ok, við tökum því alveg sko. Ég held þetta kvittuvinni, bara út af þessu shipið. Já, Höddi tók heimi 5,5-3 hólur í 9 skákum. Ég heldur ég veit ekki að fáið 10 skákinu. Skák getur enda játali. Ég held að það sé ekki. Það mátti það? Þeir fengu ekki memóið sko. Hvernig tíminn? 1 mínúta 20 sek. Hann fór á sér, ok. Já. En það er erfitt að bæta kvitt í stöðuna, sko. Og Andri, já, hann er grjótarð á tímanum, sko. H4, já. Come on, Leifur. Loftar út, kongur G6. Very aggressive, but ok. Ha?
Leifur ekki góður þegar hann veit ekki alveg hvað planið sko. Nei. Þetta ekki... Þetta bara að draga hann í D5 og sjá hvað hann gerir. Haltu bara tímafórsöndinu, já, vel gert. Svo ef þetta svona venjuleg korrekt stað, þá getur hann alveg bara ekki korrekt leikinn. Sko. Kóngur H5, G3, allar hann inn á hann. G5? Hvað er Andri að gera? Andri er bara að tefla með máti ennþá. Hann bara með næst short hérna, bara kóngur upp mát. Upp með kóngin bara. Nei, herru, það kemur kóngur G4, það kemur drottning D1. Það kemur drottning D1 núna! Drottning D1! Það máti einu! Drottning D1. Hann fattaði þetta. Það var með að snetta. Getur öskrað þessan aftur Þetta var rosalegt. Er ekki bara hrókur háinn og mátan? Kemur drottning E8 búið. Drottning E8. Drottning E8. Leifur að koma tilbaka. Vá, 4-4. Leifur að fara að drepa E5. Drottning E7. Leifur í salinn, takk. Hvítir menn er að gefa hér Leif, sko. 4-4. Þetta svakalegt maður. Jésús. Mætti halda þetta að vera sko. Þið þurfum maximum spennu. 4-4, takk. Lámartverðskakir yfirbútt. Já, þetta fer í 10 skákir. Þetta er mjög spennandi. Það er gott sjónvarp. Byrju, Björk ekki mömmu? Þakkum lengjunni fyrir. Shit. Já, það var gaman að fá Leif í setti og hann er búinn að koma tilbaka. Ég er alveg svolítið bara, þú veist, sjokkaraður. Herru, ég ætla að gíska hvað hann segir. Ég er bara mjög þakkláttur fyrir hennar punkt og ég er bara búinn að hugsa að ég gæti bara unnið innan skák í dag. Vá, 4-4. 2 skákir eftir. Benni, fjallstæðin kanna, er það hún að? Staðan er 4-4 og... Allir sé að fara að klára þetta bara með 2 stöðum í jættublum og fara í afna geta honum. Já, það verður rosa. Vil ekki riska þessu. Og Leifur mættir í setti. Jæja Leifur, við vorum að tala um það í hálfleik. Þú mættir hérna, virtist vera með sjálfstraust og allt væri að falla með þér. Þú drullar upp á baki 2 skákum. Við höfum áhyggjur, hausinn farinn. Eitthvað skákipis, þú voru að judgmental. Hvað, ég er Þetta er rétt. búið til gott sjónvarpinn. En svo sýnur styrk og kemur tilbaka og jafnar mittinn. Hvernig er þetta búið að þróast í þínum huga? Í mínum huga, sko, ef ég var náttúrulega kannski full yfirlýsingaglaður á þann. Ef ég hefði sagt nákvæmlega það sem ég lægi á hjarta, þá hefði það verið að mér líður á köflum eins og ég segi að tefla við sjálf mig, sko, geturlega. Já. Það er mjög jafnir, sko. Og bara í öllum skákun hefur þetta verið bara einhvern veginn barátta, sko. Við vitum aldrei hvað er að fara að gera. Það verður jafnlélegir, en við erum búin að hrósa þér, sko, fyrir það þegar þetta eru svona venjulegar stöður og þá leikur þú svona korrekt stöðum. Svo stundum er eins og bara heilin fari í mauk. Mér finnst eins og ég svo alltaf gott úr byrjuninni að minnst eitthvað síðustu 4 skákum. Já, ég held að það alveg er rétt. Og svo tekst mér að glutra því eins og þú segir. En núna fekk ég hollráð frá Jóni Trausta. Ég veit að Andri að hlusta, þannig ég ætla ekki að gefa upp alveg strax. Já. En sástu þegar þú leikst hana B5 mjög konfident að þú varst að leika P-inn á C5 og allt verið í steik? Byrju, hvernig leik ég B5? Leikst hana B5 og... þú sérði það í... Já, ég sérði það. Já, við gerðum grínaði hverju, þú bara flettir upp. Já, B5. Það var eiginlega eini slæmi leikurinn í stöðskákinu. Brauð að það var skákið svona Við skulum gefa honum 1 hollráð. Ef þú ert meira plás, ekki skipta upp á köllum. Nei. Það er eiginlega, sko, þá held ég að þú hafir hann, sko. Já, en þú veist, þetta var auðvitað steindautt ef hann hefði ekki farið með peðina. Það er bara svo erfitt að gera ekki neitt, sko. Já. Það fer allt í fokk gefa ykkur báðum þegar þið svona eigi erfitt með að finna plön. Þegar það er bara svona alls konar í bóði þá er það bara... Já, það er alltaf það sem við erum, sko. En þetta er bara áhugavert. Þetta er bara svona akkurat getubil það sem að einmitt svona stöður áhugavert að sjá hvað mann gera. Já, en það er líka sko, það var samt verið samt að rósa ykkur að það hafa komið mómenta sem að bara því að telt bara mjög vel, sko.
Já, gaman að heyra, takk. Ok, ég Svo er eitt annað sem og gott að Andri Steinn að hlusta að alltaf þegar að einn leikur A6 þá kemur bara það eins og sé bara imprenta A4 stoppað B5 og það er aldrei einu sinni hóttur. Aldrei hóttur B5. Þeir eru báðir búin að gera það. Það er bara leið A6 A4 leið. Gat hann ekki leikið Nei. Ég var aldrei að koma, ok. Nei. En allavega við erum að fara í tvæsíðu skákirnar staðinni, jöfn 4-4, ég get alveg lofa ykkur því að það veit enginn hvað er að fara að gerast. Þetta getur verið alls konar, bara gangi ykkur vel. Takk strákar. Gangi ykkur vel líka, Andri, út að hlusta. Já, við förum með lokametrarna, erum við í smá pásu eða hvað? Það höldum við bara áfram? Já, hver er að fara að vinna þetta? Núna fyrst að Leifur er farin á hvernig tala hefur. Já, ég er bara enga... Næsta skák er líkiskák, af því að Leifur... En við erum búin að segja það alla skákir. Eitraði með hvítu. Ég vildi ekki vera það svo lítið eftir, ég vildi ekki vera að segja honum bara ekki hleypa honum með sókn og teldi bara passið þetta leiðilega og vinnur. Já, ég meina, ég veit ekki, sko, Leifur átti sig á því að, eins og í þessari stöða sem Andri var í vandræðum, þá var Andri bara að hugsa að fara á mátan. Tekið og... Nei, það er erfitt að þú veist vera þolinmóður og bíða, sko. Það er þetta svona eðlislegt einhvern veginn að... Þetta er svo spennandi, strákar, að við við bara fórum út úr prógraminu, sko. Það er ekki vitað fyrir þetta næsta skák, sko. Þá tökum við bara aftur viðtal. Nei. Við skulum ekki hafa þetta óskemmtilegt. Það er 9. framöndan, Andri með hvítt. Hvað er að fara að gerast? Hann leik E4 í öllum, en fór í D4 síðast. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég held að hann gekk ágætt að með. Tekið svolítið bara vitlaust. Ég held að þeir séu báðir ekki með neitt plan núna, sko. Það mun bara koma eitthvað. Já. En maður er ánægður núna að hafa kukkat inn í þannig að þetta var jafnt. Vá. Maður grunaði að þetta væri jafnt, en ekki svona jafnt. Þeir eru alveg astnaðlega jafnir, sko. Þeir bæði einmitt eiga sín moment, svo koma alveg rosalega blöndrar, alveg hægri vinstri, sko. En það er einhver með 20 skall á öðru konið þeirra sem er ekki að fara með í vinnum. Strákar, nú er ekki live-stöðlar, hvernig heldur þetta fyrir? Ég meina stöðlur er 1,9 að báða núna. Ég bara veit það. Algjörlega. Hvor er með hvít núna? Andri er þá aðeins líkaðri, sko. Hvað er eftir? Ég meina, Leifur var hvít í lókaskákinni. Öllu líktu vinnur núna. En sá sem vinnur og kennst í 5-4, þá ertu svolítið komið við. Það var bara að reyna að beita einhverju tölfræðarreikningi hérna, en það er greinlega bara hafnað, sko. Ég ætla að spá þetta endi 6-4. Hann leik D4, þetta er komið, D4 aftur, drókningabræð, sko. Ég skil ekki, hann var að tala um hann ætlaði að tefla E4. Já, eina skipti sem hann fekk upp almennt kóngbræð og ruslaði hann og það var bara, ég ætla ekki að fara í það. Þetta er A6 A4, þetta er komið. Stokkar, A6 A4. Þetta líka segir ímislegt, þeir eru ekkert að hlusta á okkur. Af hverju eru við þetta? Já, svo er það, sko, það er fyrir þjóðina. Er reynda sko Leifi til varnar, þá var ekki hann sem lék A4 spontant. Andri hefur... Þeir eru báð búin að gera. Já, ég er að segja að við vorum að stríða Andri hefur greinilega ekki verið að hlusta. En ok, mér fannst, Leifur, hann leikir þetta sem manni. Þetta er bara nákvæmlega sama staða. En hann fekk bara fína stöðu á hann. Hann náði ekki að leika drottning C2, hann leika drottning E2. Það ekki. Drottning E2, hrókur D1, kvítur betra. Þeim líður full vel í þessari stöðu, sko. Já. Hrókur E1. Döðlu, fá döðlu. David Jones, döðlan það er. Að fá hérna döðluna. David Jones, við erum henni búið David Jones, kalda lengjunar og Arena Bites. Það átti að vera einna pókar til skrauts, það er búið að geta það alla. Já, póki getur alveg staðið áfram, sko. Við erum ekki í mynd, þannig að þetta er allt í góð. Það er ekki Cookie Monster, það er Döðlumónster. Cookie Monster. Þannig að hann tekur á C4. Og af hverju hann að hugsa núna? Bara að meta stöðuna hvað gerist. Bara 1-1-2. Allir biskup F1 sé góð leikur. Hann hlýtur að drepa. Hvað gerði hann núna? Hann elskar Gambit of mikið. Hvað gerði hann? Ég veit það ekki, sko. Ég tar ekki þetta tungumál, sko. Ertu að meina? Nei, við skulum ekki vera. Hætt að tala um tungumál. Þú ert að reyna að leiða mér niður gildur. Shit. Býttu, er eitthvað villa í borðinu eða hvað er að gerast? Ég held að það sé bara villa í skákmunum. Það er allt runnið. Ég meina, hann gerði eitthvað eftir þetta. Borðið eru ekki að ná þessu, sko. Já, við erum að fljúga blind hérna.
Við erum bara í Vestmannaeyjum hérna. Svo erum að borðið, kannski þarf. Leifur núna að hugsa, ég hefði ekki átt að fórna þessu peði. Já. Hann er fyrir að hrista hausinn. Já, ég skil það vel. Já, við getum vantilega bara talað hvað er í gangi. Það er... Leifur virðist eitthvað stressaður, sko. Já, hann auðvitað leikar sér peði. Hann leik sérst C5. Sjáðu líka peði í puttunum á honum, sko. Já. Þetta er reyndar alltaf leið. Þannig heldur komið. Það er smá lag. Ok. Já. Dóttiðinn. Andri Steinn er aldrei að fara að tapa þessu. Hann er að fara að vinna þetta. Já. Þetta er bara kólunni. Hann bara leikar sér peði, Leifur. Hann bara tefla þetta í dag með þess að. En ég mista hvað gerist eftir? Hann leik C5. Biskup C4. Bara kom B5, biskup D3, C5. Já, auðvitað, ok. Já. Sjáum þetta hérna. Tekjum C4, biskup C4, B5 og C5, já. Svo leikurinn á þessu peði eftir, já. Ok. Leifur er komin í smá vandræði hérna. Já, það tölur vandræði. Skróna yfir sig að... Ég held E4 núna og þetta ekki bara... Bara búið. Baff. Já. Ef hann finnir það. Já, það er... Þetta lítur ekki vel út fyrir Leif, þar að segja. Fætti ekki alveg... Jú, byrju, þetta er þetta. Já. Þetta er ekki bara búið líka. Jú. Biskup dreipur C5. Þetta eru slæm tíðindi fyrir Leif og lengjuna og ungmennafélag starf bara á Íslandi. Það var einu sinni fótbolti. Hann dó með Leifi. Þetta er algjörlega búið, sko. Já, svo er það. Já, núna... Og þessi skák er ekki búinn, áttum okkur því. Núna skilur Ingvar Þór Jónsson tölfræði. Finally. Hvað, Andri? Þetta var óþarri. Svo gráður ég að senda hann. Tók reynda tölfræðikurs í háskólanum, en það var mjög ruglandi, þannig að... E4 núna. B3, solid bara. Já, það er svo skrítið, hann tefnir svo aggressíft. Þegar ekkert að gera. Svo einhvern veginn þegar að fæta ekki verið það bara. Ok, menn að biskup Aþrú er hugmyndið vantalega. Ég er ekki, En náttúrulega ástæðan vantalega er svo að hann var alltaf múin að vinna peð, þá var hann bara komin í passive mót, þá ætlar hann ekki að máta lengur. Ætlar hann bara að vinna í endatabli. Veitu hvað gerist í Kópavogi næsta ári? Já. Já, biskup Aþrú núna. Hann verður þetta mjög mjög. Interesting. Já, það er hans stíl samt. Já, hann gæti alveg fundið. Nei, hann tekur. Nei. Hafnað. Snarhafnað. Nú er hann bara að hugsa með hvaða mann hann dreipur. Áskrifu þetta. Hann tók með pöttu. Hann tók með pöttu. Já, einmitt. Þetta á fólk ekki að gera. Nei, ég hef aldrei dreipið með pöttu. Nei, af því að þá ertu búið til 3 peða-eyjur. Einmitt. 3 pöttu-eyjur. Líklega þarf hann líka D5 núna til að losna við. Ekki bara D5 bara fýtt núna. Það sá það ekki. En nú geti Leifur fara að laga stöðuna. Já. Biskup B4 til D5. Já, biskup B4 og stöðstrókum bara. Hann er peðið undir. Ég held að sem bara með fína bætur, strókar. En nú er hann komin back in it. Ég ekkert sem að ég tæki hvítastöðuna fyrir eitthvað svörtu. Hvað segir þið? Já, ég er þetta peðið yfir. Rón D3. Ert þú hérna bara kúkimonster eða? Já, hann sér ekki drandið þér. Þetta er ok. Frekar hrókur þetta já. Það er enda fylleikur. Já, getur um einhverju leið. En þetta er ástæðan fyrir við tökum ekki með P á D4. Því nú er þetta, það sittir þetta á D5 og það lítur bara ágætlega út, sko. Já, hann byrjar að hróka. Lítur það í góðu lagi. Hrókur C1, kannski. Og hann leikur því ekki. Hann leikur þetta 1-5. Já, það er eitthvað svona... Já, rittara miðja... Að setja rittaran á E4 eða F5, það er eitthvað pappavandamál þar. Pappi tók mig aldrei á E4. Það er eitthvað... Förrjöld samið hérna, takk fyrir þetta. Nei, þetta er bara, þú veist, ef þú gerir þetta alltaf, þú lendir í vandræðum. Það er eitthvað undirliggjandi. Pappatips loga. Þessi hjörnu væri bara eitthvað. Já, þetta lítur... Þetta er enda kannski alltaf leikur. Já. Hann tekur... Ég sé að hann tekja með peði, sem er líklega rétt líka.
Þetta mátti að dyrra bara núna F6 eða? Já. Herri. Já. Vá. Það er alveg leikur. Góð leikur. Já, þess Góð vegna er leikur ég maður. Það sá ekki. Nei. Erst þú yfir 3,0 eða? Skoða. Þau myndir reyndar örgulega enda öll í jafntefli. Birkir betra, hann er búin að semja. Klukkan 8:30 kom til Armageddon. Herðu, hvaða aðstæði getum við fengið fyrir Birki? Já. Já, bara ekki eitthvað sem elskar jafntefli, ekki Jón Árni Halldórsson eða eitthvað. Já. Riddari B2. Shit, þetta er ekki... Það er hann óð... Fyrstbælega Riddari C3, já. Nei, og líka svo var allt hrunið, það er með skák og A1 onni, það fór allt... Nei, hann verður að taka A6. Hann tapar bara öll í einu. Hann verður að taka A6. Já, hann verður að drepa A6. Aldrei að fara að gera. Hvaða leikur er þetta, maður? Þetta er B2, rosalega. Þetta var Colin og Andra. Menn eru orðin þreytir. Já, mér sýnist það. Já, Það er komin 8 tími, sko. Leikskólapláss og... Þetta er ekki... Já. Þetta var... Það er á seint núna, hann bara kauð samfélkinguna og... Þetta var högg. Búin að merka þetta setur allt í unnum, sko. Þetta er búið. Já. Það er samt ekki. Hrókur A6 er örgulega... Já, skásta. Aldrei að fara að gera það, sko. Jú, hann gerir það. En það... Býðu nú hægir. Hann gerir það, ok, tekið á D-num á enga tvöfalda hótun, hérna. Já, Hrókur A2. Dörning B5, Hrókur A2. Þetta er örgulega Ok. Þetta er örgulega ekki langt frá að vera í aft, sko. Já. Þegar þú segir það, sko. Já. Ég held að hvoruð er að sé... En Andri á enga tíma, strákar. Það er smá vissin. Með því fyrri... Haldur það fyrir störf. Já. Hrókur... Nei. Myndir leika Hásess bara. Já, hann gerir það. Já, vel gert. Já. Bara reikar hann biskup burtu. Reyna að leika Hrókur D8. Það er mjög mikilvægt að leika biskup H4 núna, held ég. Alls kemur Hrókur D8 sem er leiðilegur. Já. Og hann geta lent í því að þetta er B2 drókning B5. Já, þú vilt í rauninni panta biskunum vantilega á G3. Já, ok. Erfitt að vera ekki með drottningu og vera 2 mínútur undir á klukkunni, sko. Já. 22 sekúndur, strákar. Hvað var þetta? Nei, þetta mátti ekki. Drókning B5. Hann sér það ekki. Hann sér það? Hann sér það. Vel gert, Leifur. Já. Og Leifur að kvíkja næstu. Tactical awareness, sko. Já. Þú getur ekki einu svona kúplót að taka B4, það bara tekið 1-2 máti í borðið, sko. Það er ekki tíma til að taka uppfatta. Þetta var ekki gott. Gera samt, ok. Tekum alltaf 1-2. Já. Over enda á. Hrókur tilbaka. Hrókur að 1. Nei, nú alveg... Ok, 2 kalla fyrir drákninguna, ég meina... En þetta er samt alveg... Þetta er ekki... Hann þarf að vinna þetta, sko. Hann þarf að vinna þetta, sko. Það þarf að búka til... Nei, ég meina, til dæmis ef það skiptist bara upp á Biskup D6 og Riddari 3. Já, ef það skiptist bara upp á hrókum og við getum orðið hérna lengi að fylgjast með þessu. Bara Riddari 3 loft út og eitthvað. Þetta er allt í bara í búið kalda. Já, rétt. Veitu, átt hann ekki drottning 1 mát? Jú. Það er ekki þetta stitt. Það er stitt kulna, maður. Úff. Það er ekkert eitthvað fárlega öll að vinna þetta, sko. Nei, alls ekki. Nei, enga veginn. Ég hugsi að það ekki bara E3, sko. Já, nei, þá bara... Ég hugsi að það ekki bara hvítu stöðuna. Rólegur. Hrókur F1. Hrókur F1. Ég held nefnilega Leifur Þetta er Fortress. Nei, þú veist það er samt þú ert að koma í peðin og gera eitthvað, sko. Leifur að fara að paringa. Nei, en sko, þú veist, ef þetta fer síðan niður, Leifur sér bara með eitthvað 10 sekundur á klukkunni og bara... Andri með 11 sekundur samt, strákar. Já, en nú er hann bara... Það er bara öðruvísi sekundur. Þá er hann komin í gírinn, sko. Hún er betri sekundur. Svo fyrir Leifur að reyna að hugsa að finna... Þetta var ekki gott. Þetta er H3. Við þurfum eitthvað... Ég held að við sjáum einhver stóran áleikanda núna. Nei, það er Drondrebrið 3. Það getur næstu í fari... Næstu í fari bara í shortplani. En nú er hann að reyna að gera það. Já, einsleikshóldun. Hann fellur í það. Hann getur tekið það 3. Nei, hann liggur over 1. Nei, over 1. Ef hann hefði ekki verið búinn að leika kongur getur, þá dreytar það sér. Já, ok, ég var að leika eftir hana. Ok, hótar þessu aftur. Já, leiktur hann á kongur. Sko, Andri er að fara að leika kongur F3. Þetta má ekki, sko. Ólega leikur, kóknari! Kongur G4.
Kóngur G4. En það fær tíma til að fatta að kóngur á fyrsta reytur er mát á háinu, sko. Hvað heitir aftur útgáðan skák þar svo leikur kóngnum í miðun á borðinu á vinnur? King of the Hill. Já, ég meina, þeir eru Herri, þetta var 4, línur okkar var 4,5. Já, þetta er. Og 4,5 leikurinn. En það sem að ef Andri hlustar á þessu útsendingu eftir, það sem að Andri bara virðist ekki geta og þarf að bæta, er það að hann getur bara ekki beðið og gert ekki neitt. Nei, hann á þannig að þú veist að bara fara að leika biskutni fram og tilbaka. Dronning F3 Gigi, by the way. Gigi. Bara Dronning H5 mat, Dronning F3, Altoni. Ég líka þú átt ekki að já, einmitt. Hvað leik því, eða hvað? Bara á nýja tíðinum. G2, Kóngur H4, G5. Skotinn taka H2. Við erum mátið 3. Já, mátið 3, G2, G5, H3. Já, það er rétt. Mátið 3. Nei, jú, mátið 3. Dronning getur G5, já. 3 leikir Ólafur. Sér hann það? Hæ? Ég segi nei. Þetta snýst aðeins svo mikið gott TV, sko. Já. Þetta er enda búið líka. Dronning G5. Dronning G5. Herri, ég er með hugmynd. Hrókutur H2. Já. Reytar þetta með Dronning G5, Dronning H5. Sexy mót. Það er það sem að... Nei, það er ekki mót. Það getur. Og ég þarf að tapa skákinni. Það er það sem við skákmenn stefnum að. Ég tapa skákinni, já. Ég held samt í alvörunni að Leifur sé að leika sér á hann. Já. Það þreyt hann. Já, þetta er einhver lagsviði sem engi báður. Taktík, sko. Tilkynum þetta til dýraefnum. Það er einhver stofnland úti sem ætti að vera hlusta. Margt kemur inn í þetta. Æja, þetta er búið núna. Bitti 5 mánuði. Prógram 4. Þetta G5. Já, hlýtur að vera Leifur. Come on. Já, sko, Leifur þarf að borða eitthvað meira en döðlur ef að sé þetta ekki, sko. Leifur! Leifur. Hann átti eitthvað mátan að það hlýtur að vera, sko. Hæ? Er hann með tæknimálinni á okkur? Já. Okay. Passar. Ég myndi að hafa okkur. Rittara... Hvað líka er ekki Rittara F2? Ég getur aldrei gefið. Hann er að fara í pattið. Já, vandamálið er að það er byggubanna, sko. Það fyrir að gefa hann líka. Nei, gaf þetta. Já! Wow! Leifur strong. 2 games in a row. Já. Sko, Andri að þurfa að vinna með svörtu. Veisin? TV. Það er TV. Það bara hef ég ekki séð. Já. Þetta var sorglega fyrir Andra. Hann var að mala. Landa laxunum. Já. Hann bara átti ekki að drepa D4 með peði. Nei, algjörlega fárvöld. Já, þá var þetta orðið vesinn, sko. Það er moment sem hann mun hugsa tilbaka. Já. Er hann gammal maður? Akkur er drapið á... Hvað var ég að gera? Einni í aldarinn að tökum núna. Þetta er einfalt. Andri þarf að vinna á skák. Já. Eitthvað starfræði. Til að fá Armageddon. Wow. Sem er í handritinu, ekki? Jú. Vonandi daði klár. Það er svakalegt. Já. Já, þetta er eiginlega alveg bara Ég held að þetta sé ekki klárt, sko. Það er skott að það vil ekki neitt. Já, ég held að sé nú klár. Nei, það er klárt. Já. Lítið mál að bæta umferð. Nei, hann daði setur síðan skákinni í gang og fer síðan bara. Þetta er búið. Bara Andri, daði, gott tilbaka. Já. Býtu, við erum ekkert að fara í viðtal, nei. Við erum bara sannlega að fara í úrslitaskákina. Nei, kemur bara í síðan skákina. Við bara förum í hana. Klukkan á 11. Hann hafði bara kemur í gang. Já. Ég bara spakir þetta spennandi. Síðustu úrslitaskákina 5-4 fyrir Leif. Og Andri með svart, takk fyrir. Það komast af Davíð 4. Ég er miklu þreyttari að fylgjast með þessu heldur en venjulegu skákum því að ég skil hvernig það virkar eitthvað yfirleitt. Þetta er meira áreiti, sko. Það er meira svona, ha? Aftur fer Leifur í passífa eithruleik. Já, D5, hanna. Ok. Já, þetta er betra. Ég held að munir reyndar henta Andra mjög vel að bara... Það þurfa að vinna, já, algjörlega. Hann þarf að vinna. Það kemur ykkur Hail Mary hérna á eftir og... Já. Viltu sjá hérna fist bump? Ég held að Leifur er stressaður, sko. Já. Þetta er skákin, sko. Hann er bluffað vel, sann, sko. Nei, hann er skýts. Nei, það skemmur ekki svo. Nei. Rosalega tekur það mikið tíma. Já. Er þetta ekki rauninni bara panna á fattak í Karakvan? Svona
Bestu leikiröð, það er eitthvað... Skil ekki. Já, þú þekkir alltaf... Nei, bara hvað þú ert að tala eitthvað tungumál sem ég skil ekki. Það var á sama tíma einn hæfileika ríkasti alþjóðleikmeistari í heimi ásamt því að hafa minnstu kunnáttu í byrjunum í heimi á alþjóðleikmeistarum. Áhugaður blanda, en hann er að bæta það, strákurinn. Þú er að stúdera aðeins og... Er það? Jú, ég meina skakið með Wadsworth. Já, reyndar. Við höfum bara hendi þér í smá F4-kurs með kvítu. Já, þá verður lífið betra. Ég vil fá það góðan fyrir hérna yfir 50-mótin 2009, sko. Shit. Við verum saman sveit, það ekki. Er það ekki kompaki á þér, Hjörvar? Komast í landslið plus 50? Jú, komast. Nei, bara... Ég skal bara bjóða þér fyrsta... Er það gefa þér í verði ekki 50 eða hvernig virkar þetta? Komast? Já, þetta er... Herru, það er vendingar að Leifur, viljandi eða óviljandi, er að tapa peði. Þetta er reyndar ekki heimskulegt. Nei, alls ekki. Ef þú væri reynda, en þú er ekki reynda. Biskupin kemur að þrjú eitthvað og... Skítur niður bara DF, ok, nú held ég að... Já, býtu. Ok, drottningabur. Men drottningabur DF með svartur með statist betra, sko. Býtu en dreipið á... Takk með drottningu alltaf, já, takk. Mammaðinn. Og nú myndi ég taka svartu stöðuna, reyna að ná einhverjar blokkering á hvítureitunum. Við verðum að halda með andra þessari skák. Já. Við verðum að gera. Við halda með litla bara. Reyndar að með BS6. Blokkering á hvítureitunum. Við höldum með gleðinni, TV-inu. Viljum fá Armageddon, sjá það báðir skýti í sig. Wow. It's very dark, very deep, but okay. Já, þetta er nú þannig sniðut hjá Leif, hann er tefnilega jafn leðilega, hann er búin að gera allt heimi. Herru, allt yfir. Ég er yttir aðfið með leikurinn, hann náttúrulega forráðdrottninguna af því að hann þarf að vinna. Muni heita hér eftir að tefla leifalega. Tefla leifalega. Þú teflaði mér leifalega. Það telti sér leifalega. Það er mjög leifalega Auðmikið Leifur. Já, auðmikið Leifur. Þetta er, já. Já, Andri þarf að tefla eitthvað núna. Biskup G. Erfið skák. Þetta er fyrirlegt. Nei. Er ekki bara E4 og... Ég elska að leika Biskup og G5, en þetta, ég er disgusted yfir þessu, sko. E4, nei, þeir eru líka, sko, þeir leika alltaf H6, A3, A6 eða þú veist, A3, ef þið geta, sko. Já. Átó. Sko, B6, já, og Biskupin og B7 og... Já, þetta er betra svart. Já, þetta eru bara mjög... Erum við að fara í Armageddon? Við erum að fara í Armageddon. Betra svart yfir 20 leifur. Nei, sko, við erum að tala um Andri var með kólun á hann, sko. Hann er ekki gefast upp á... Þetta er miklu þægilega, ég meina, Biskup frá B7, Ritter A5 og Hrókanir á COD, ég meina, svona átóleikir á svartan. Já. Það sem senda smá skilabóðu konum mína. Það er að taka aðeins lengri tíma en hægt er. Klassísku Björn búinn að lofa sig eitthvað annað svona fyrir klukkutíma. Ég sverða, ég sagði konunni að þetta eru svona 6-7 skákir, sko. Já, þú hélst það? Já, því ég bara... Þannig að Andri... Við erum mættir í 10. Þetta eru vendingar. Andri er að... Nei, fyrir ekki að Leifur er að... Andri er tefnilega vel, sko. Gera það grikk, eða hvað? Andri er góður undir pressu. Það er komið í ljósuna á, sko. Já. Ef að gefa eitthvað fyrir líkastjáningu núna... Þeir eru bara báðir, eða Andra allavega súper. Nei, ég myndi gefa Andra skákuna bara leið. Herru, ég vil fá talningu á hversu oft rittarinn við farið á F5. Já. Ég er bara í alvöru, sko. Já, oftar en A4 A6, eða? Já. Takk where are you? Ég held að rittari F5 að nánast komið ykkur einn skák. Já, ég held það. Þeir sá hvað YouTube hefði það. Centralize the night. Það er bara spakkur. Já, akkur er hann alltaf að læra að bíða núna? Já, mér finnst þetta þeim, styrkleikamerki ekki að hérna... Ok, menn fara alltaf öðrulega í kaupin, sko. Andri er komin rúmlega mínúti yfir. Sem er forskot. Andri veit að stundu fram að er að bíða. C8. A little bit passive, maybe. But okay. Ég myndi líka að Ritter er bara í F5 bara því að Hrókur er bara í F5 drókning F4 er leðlur. Já, þetta er mjög leðlur. Gerist það ekki það? Og líka Ritter F5 D2 er bara F5. Struktúrin er... Ritter í A5 F6.
Það er ýmsir góðir möguleikar, en hann ætlar líka F6 eins og hér að stakka upp á. Nei, ég riddar A5 fyrst, krúsjál sko, ekki F6 strax. Hvernig... Þetta ekki þessi fólki vildi sko. Jú, þessi tveir sem veðju að leika. Má hann leika... Mamma og pabbi. Er hún mikið að leika G4? Það er náttúrulega, hann er aldrei... Ég veit að hann er að gera það. Átt á því, Ólafur. Ég held að Leifur viti ekki að Peði geti farað á það. En kannski er það besti leikurinn, ágríns. Ég held að það sé geðveikur og E6 og... Já. Getur verið kekkjað leikur, sko. Býtu G4 riddardrifur F5? Já. Velkomin í samtalið. Úff, og svo riddari D3, já. Herru, katt. Kongur F1 D3. Stilla grann? Nei, ég veit hann ekki. Veit hann ekki. Býtu, nei, núna kemur... Andri Steinn að setja riddardrifur D4! Riddardrifur D4, cooking. Þetta er eins og þegar hann sagði að vera leikur á Alltaf Leifur að láta hann elda hvert fyrir rittarinn og E3 Benzo, gerðu það klára fyrir Armageddon. Nei. Ha? Hvað er þetta? Það var aldrei allt. Leifilegur. Mjög leifilegur. Not for the first time. Og verðarleika Dronning G4, nei, ekki taka. Lagar peðin hjá hann. Hann misti þetta kúli hann. Dronning D6 ekki með riddari. En ok, þú veist. Gatleiki bara Dronning F4. Ha? Ok. Kongur F7, hann er ennþá með fína stöðu. Verður að vinna. Við tökum svart ennþá, sko. Ég held að þið setja að gera svona klippur úr öskrunum og Birki. Ég verður aldrei hlusta á katið það. Það er þetta góða bútur. Vinnur aldrei þetta? Nei, Leifur er búinn að drepa alla Tæknilega góð staða, en Leifur er betri svona stöðum. Já. Hann er betri þegar ekkert að gerast. Já. Til að hamingi með það, Leifur. Takk þú á kottan. Ég er bara mjög hræddur Andri Steinn sé að hugsa bara hvernig ég fokkanum mátaði hann. Hann er aðeins of, hann er svona... Þetta er, vantar svona smá finess, þarna. Þetta gat verið góð leikur til framvegis. Hann þarf bara aðalega bæta það bara þegar það er ekki mikið að gerast. Leiktu bara rólegum leikjum og bættu mennina og... Erstu að tala um sjálfa þig, en hvernig er virkað til það? Já, reyndar. Ég lærði þetta þegar 45 ára. Já, þeir eigi miklu vandræði með hestana, sko. Þeir eru ekki hestafólk. Hrókur C7. Já. Er Kvittar að fara að blönda reyndar D3 þá að... Nei. Nei, já. Það er svo mikið onni. Það leikur reyndar D3, ok, þannig að það kemur reyndar E7 og þetta er bara kaup. Ég bara er korter í áfallina. Kongur, herriðu strákar mínir. Kongur F7, þetta er endatarp. Já, herriðu, bara hættum þessu. Kongur H7. Ok, hann er svo mikið dreftu. Hrókarnir er ekki að fara neitt. Hvernig það svartar að vinna þetta? Það var þess vegna sem hann lék í kongur S7 því að hann ætlaði að drepa hrókinn og þá hefur komið skák af og ágrís. Eins og þú sagði kona en þetta er bara 6 skáki. Herðu, ég held samt Andri vinnur þetta á það past pawn. Andri á eftir að lemja Leif niður endalaust. Ég held B4, skelvilega leikur. Hæ? Þetta var ekki góð leikur. Er það? Biskup D5. Borge? Borge Dóttor. Bara veikja Kvittarreyndina bara af hverju, sko. Já, þetta er bara mislið. Hrókur C4, A5, A4. Betra svart. Þarna held ég að vonin AP því að Andra hafi endalega dáið. Skinn ég ekki frípeði. Þar með sigum möguleikar. Já, býðum og sjáum. Sko, ég bara trúi ekki við sem að fara að segja jafntefli þetta. Nei, það er ekki gott, sko. Hann teflir svo leiðilega. Býttu Biskup C5 A5. Það geti gerst. Það geti gerst. Það þarf að finna biðleik H5. Þarna, já, sjá þetta. Hann leikir Hrókur D8, hann klúraði, sko. Hann leikir Hrókur C6. Já, eða bara A5 eða eitthvað, bara biðleik. Þetta er samt aðeins þægilega. Svart, já, klálega. Já, og tíminn er svipaður, 1:20 einum. Come on, Leifur eða Andri, já. F3 og æg. Þetta er spennandi. Já.
Þetta er ekki spennandi. Þetta er spennandi en þetta er kannski ekki skemmtilega skák í heimi. Ég byrju, hvað? Það er í gangi hérna. Hann leikur hókur E3. Herðu, nú A5B4? A5B4. Nei, ekki. Desperation, Hail Mary. Nei, við vitum alveg hvað Andri er að fara að leika. Hann leikur kongur F5. Já, mótan. Kongur F5 hókur E7 máti borðið. Andri verður að vinna. Andri leikur biskup E4. Nei. Rugti dó, but ok. Já, þetta er samt. Ekki. Mátti alveg lotta útdækt ef hann leiður, sko. Bara just saying. Takk. Þetta var riggað. Já. Stoppið. Hann er samt, hann veikir kveiturreitina í kongur. Kongur F5. Kongur F5. Kottu með það. Kondu. Þetta var rosalega. Kondu til pappa. Við erum að fara í Armageddon en að líka kongur F5. Kongin inn. Nei. Segð þetta einu sinni enn. Já, that's what she said. Strákar, hætti þið að labba í mínum gildrur. Kongur F5. Kongur F5. Kondi með kongin, enda þetta er aldrei minn. Já. Það er ótrúlega að hann ekki leikir kongur F5. Hann er að taka yfir urðuhaldið. Hann er kominn. Kongin inn. Þú verður að koma. Hver stillir svona upp peðastuð með... Já, H4G3 var alveg skelvilegt, sko. Bara F3 og... Já, þetta er... Endatöfl eru ekki styrklegi. Nei. Herru, og Leifur með 15 stygg. Leifur er stressaður líka. Man sér að Andri með hann, sko. Leifur er stressaður. Leipi. Svart, það er svona að finna leið ekki. Kongur G4, G5, nei. Hæ? Byrjar ekki beint onni? Nei. Hvað? Já. Byrjar okkur að leika þangað? Það týstu. Ekki klára þess að sengu. Já, herru, kongur G4. For the people. For the people. Bring the king, já. Nei. Allt er lagi. Akkur er þetta með kong? Þú með frípu hálinu og tegum peður. Ég held þér hati góða peðastur. Já, það getur verið. Sýnist það. Bara áðan hann. En okkur, já. Ég gefst upp. Þetta er líklega... Hvað er hann að gera? Þau er ekki til sigurstrákar. Já, ekki líklega. Þetta er bara þau er ekki til sigur. Nei, skák. Óleilugur leikur. Trúa er ekki... 5. Það er ekki undir það. Jú. Trúa er ekki á skák, eða? Nei. Þetta getur verið sigur. Það er bara... Er það? Það meira að gera heldur en í byggaseppu hjá 10, sko. Það er vest, sko. Það er sérst barnamót fyrir þá sem ekki vita. Þetta... Sko, ég held samt að Leifur verður mátaðar á H1-um. Nei. Jú. Hann er að fara að svinga róknuna. Núna er Andri að sjá þetta. Það sé skák. Já. Þurfti ekki með skák. Ef ég fer á hvítareit, er ég þá skák? Hvað er gangi? Já, hann lék kongur G4. Þeir eru bara að tala um... Þeir eru Nakamura, slaka á. Hikaru Nakamura. Koma svo. Já, hrókurinn er ekki E2, hann er á C2, sko. Daðla. Hvað er að gera svona? Það er allt farið í steg. Það er starta stöðunni með villis... Já, hrókurinn er á C2. Það eru alltaf dölu búnar eða? Nei, það er nóg dölum, sko. Þú er bara opnað dölunar. Hvað? Veitu, akkur er engi búin að opna karamell með dölunar? Það er góða, sko. Það er testbóki hérna. Þetta er testbóki? Þetta er David Jones. Þú opnar ekki, já? Nei. Dalan með 10 hjá mér. Ok, komum við að stað. Byrju, spennandi. Slekk hérna á mikrofónum með dölu, strókar. Ekki að gera. Ertu með slökk? Það er með slökk, ekki þú með. Við betum ekki hann bjósa það. Akkur er ég bara búin að vera með hljóð alltaf tífan. Talaði verið minn. Er eitthvað móti í borðið eða? Já, ef hann leikur hróknum upp, en hann er ekki að gera það. Leifur. Biskup Bethru var svona gildura. Áðan. Ertu með dölu við þér? Já. Það er ekki að viss. Leifur. Ólala. Þetta er upp að það. Biskup D5, koma svo. Það er skáka núna og kongur í burtu. Það er biskupin onni. Biskupin onni. Já, biskupin onni. Biskup D5. Kongur hátta biskup D5. Ég sá ekki biskupin onni. Biskup D5. Biskupin onni?
Biskup D5. Hvað bíó er þetta? Biskupinn onni? Já, þarna fór Hvað gerist? Þarna fór þetta. Herðu, Vá. Það er einhver núna búinn að græða 3.784. Já. báða kemur við þar. Strákar, Takk. 3 í rauð hjá Leif. Áttökum því. Já. Leifur er sigurveri Emi Allarans. 6-4. Já. 2.0. Þetta var svakalegt, en ég held þetta eru ótrúlega góðar fréttir fyrir bara ungmennafélagsstarf á Íslandi. Nei, ég heldur reyndar að þeirra að vera að tapa, sko. Nei, lengi að vara að græða. Ok. Var það ekki? Jú. Var það ekki í andritinu? Þetta var rosalegt maður. Vá. Takk í byggar með Benedikt. Það er byggarúliti. Já. Skilaði Hödd einhvern tíðan byggarnum eða? Nei. Hann tók hann bara. Hann tók hann bara. Já. Það geta 5 verið setti. 5 persónuleikar eða? Já. Já, ég þetta sterkur hann á lokamyndarunum. Það var óvast. Já. Leifur. Sigurveri Emi Allarans. Þetta var rosalegt. Stóð af sér fínu tæmarsku fannst mér hjá Andrasson, síðustu. Já. Og svona var að pressa á hann. Já. Vantaði endatöfli. Já. Við þurfum að fá mennin í settið. Þetta var... Er þetta verðskuldað? Já, það ekki. Var það? Ég veit ekki. Já. Mér finnst þetta að vera alveg bara... Mér finnst Leifur eiginlega bara að vera reynissu, sko. Nei. Mér fannst þeir bara... báðir góða sprettið. Mér finnst... Mér finnst alltaf skákið með hvít. Já, 5-5 hefði ekki verið ósakast, sko. Nei. Ég elska, já. Jæja, það er bara byggar og læti koma með byggarinn. Bring it. Bring the cup. Ég get ekki komið, þú ekki að vera. Já. Þú ekki... Jú, við skulum bara bíða með þetta eftir smá, bara horfa á hann fyrst. Já, akkur er svona lítið byggar. Herru, þá er einvígi aldarinnar 2.0 lokið. Þetta er æsi spennandi, 10 skákir, 6-4 fyrir Leif. Ég ætla að byrja samt, býðum aðeins með Leif. Það er svo móttinn að kæla sig niður. Andri, þú varst með forustu, svo hrundi allt. 3 tapskákir í röð. Við þurfum útskýringar. Já, ég á það ekki til. Leifur setti bara í rallygýrin hana. Það teldi betur en ég. Í þessu síðustu. Ekki allan tíma fannst okkur sá, sko. Nei. Síðasta skákin ég hefði var bara stefni í að vera verulega góð. Já. Síðasta líka, já. Ég áttur að líka andvaka að fara yfir þessu skákirinn í kvöld eins og við gerum nú yfirleitt eftir svona en ég samt leitt yfir salin og þar var kona mín og hún var búin að sjá byggarinn og það gladdist engin meira yfir mínum ósigður en ég þurfti að taka þetta ferlíki menn þetta heim. Bara, það er ekki pláss í komputur. Nei, en Leifur, hvernig, okkur fann, við höfum ágjur að þér að þetta var alltaf farið til fjandans þannig að þegar þú komst í viðtal, en svo kom bara allt í einu svakalegur endarspennir. Já, ég held í alvöru tala Jón Trausti hollráðið sem ég fekk frá honum hafi snúið. Okay. Og ég held ég geti gefið það upp núna fyrst að skákjunum er lokið. En það var, sko, að því að þú talaður Andri, ég setti rallygýrin. Ég parkeraði hún bara. Ég hætti bara, ég leyfði, ég sem sagt, hætti að sækja. Hann sagði, slakaði bara aðeins á. Já, varst að gera það sem við Bjössi vorum að tala á hann. Já. En Jón Trausti orðaði bara einhvern veginn miklu betur. Já, ég veit. Þannig að þú hlustar á... Þið talið sama tungum. Þú hlustar á hann, en ekki neitt á því... Nei. Ok. Já, við vorum undir að sammála það, Andri, við vorum búin að greina þann veikleika hjá þér að þú ert góður í sókn, en svo þegar kemur staða sem að þú veist, basically átt að bíða, þá viltu ekki bíða, þú vilt framgang áfram. Já, ég vil framkvæma. Stóðsending! Já. Þannig að, það er þólið með. Svo reyndar verðum við að skamma ykkur fyrir endatafstækni. Þið þurfið báðir. Það er smá ólertar. En öðru leyti voru virkilega góði sprettir á köflum. Virkilega fínir púltar á köflum. Og þið eru eiginlega jafn góðir, held ég. Já, ég held það líka. Alveg, sko... Leifur betri, það sýnir byggarinn. Nákvæmlega jafn góðir. Við þurfum að taka þetta aftur einhvern veginn. Leifur nefnilega komið hérna í síðasta viðtal og sagði að hann liði sem var að tefla við sjálf á sig. Já. Við vorum hugsi í svona 20 mínútur eftir það komment. Við fættum ekki alveg hvað það átti við. Þetta var æsi spennandi. Ég sá bara,
þegar ég var búinn að sjá taktík, það var Andri oftast búinn að sjá hann líka og auðvitað. Já. Þú veist, sem að, svona, þú veist, á okkar leveli ekkert sjálfgefið, sko. Ég myndi alveg segja til dæmis að minn styrkleiki sé taktist. Ég veit ég lélegur í byrjunum og ég ekki góður í endatöflum, en taktist ég góður og Andri svipaður þar, sko. En að teikniborðinu, við þurfum að stúdera endatöflu og byrjanir, leðilegast í heiminum. Já, og líka bara, en reyndar sko einmitt, svo það komið fram að einmitt, þú parkarar rútunni þarna í lokin og við vorum að fara að tala það, þetta væri ekki lengur að tefla leiðilega, þetta væri að tefla leifalega. Já, það er alveg rétt. Og það gerði gæði munni fyrir þig. My name's Jose Mourinho. Herru, en ég held að við höfum bara þakkið kærlega fyrir baráttuna. Þetta var síðasta einvíi 1.0, við fengum ekki 10 skákir þar, en við fengum 10 rosalegar skákir hér í dag. Ef við ekki að þakka líka Kalda, Davin Jones, Lengjunni og Arena Bites fyrir stuðningin. Heldur betur. Og verðum ekki, já, og ykkur klálega, en verðum við ekki aðeins að klappa Lengjunni alveg sérstaklega á bakið. Góður dagur hjá hann í dag. Já, bara ungmennafélagsstarf í öllu landinu. Já, bara afturheldingar allt í einu bara komin í það. Nei, já. Það er jákvæmt. En líka bara tæknimenn og allir, bara vera inn í sal og sjá þetta skiptast á milli og vera með svona margar lýsendur og allt að ganga eins og í sögu. Það er bara ótrúlega flott framkvæmd á þessu öllu saman. Það eru mjög margir sem held ég að megi klappa sér á baki eftir þetta. Já, við skulum ekki vera væmir. Já, bara. Enga manni. Herri, þið þökkum kærlega fyrir samfylgdina í kvöld og ljúkum þess með að þú liftir þessu byggar með að við bara já, það er svona þegar textið kemur upp. Já, takk fyrir, við sjáumst í einvíi 3.0. Hvernig sem það verður. Það er ekki að gamlega.